Tætum og trillum, er það ekki það sem þú búin að gera þess dagana, Stefán Einar? Jú, allavega að trilla líðin. Já, hvað annar í því að tæta? Já, ég var að lenda að norðan og ég segi lenda því að ég farið þetta í hálfgerðu loftkostum og ég hafi ekið þessa leið ásamt Kristófer Liljari samstarfsmanni mínum. Við vorum að taka þetta saman, þetta er orðnir 5.700 kilometrar á 4 vikum. Það er stati. Já, hvað er það? Það er ríflega 4 hringir í kringum landið. Já. Þetta hefur verið, en ótrúlega gaman. Fyrst alveg mjög gaman að skoða landið sitt og kynnast því alltaf betur og finna fyrir fjölbreytileikanum sem það hefur upp á að bjóða. Núna síðast í kafsnjó á Siglufirði í fyrradag á Tröllaskaga. En svo þetta allt þetta fólk sem maður er að hitta. Það er alveg ótrúlega forréttindi að fá að þeysum landið og ræða við fólk vítt og breytt. Já, en Inga ertu komin í dag. Sem á Gunnar Örlygsson, verandi þingmaður og velkomin. Takk fyrir komuna, eða takk fyrir boðið. Já, fyrsta skipti í þjóðmálum. Já. Hvernig stendur á því Gunnar að þú ert að koma hér í fyrsta sinn núna eftir 5 ár? Það er einkennilegt. Ég hef nú fylgst með ykkur og gaman að fylgjast með ykkur. Við heimsóttuði nú til Keflavíkur. Já, áttum góðan hátíðisverð saman, góðra vinnahópi og skemmtilegt spjall, nýlega spjall. Það er ekki komið að rúmt ár síðan. Ég tekka undir með Stefáni að keyra landið á þessum tíma þó að kalt sé vorið að þetta er dásanlegt. Maður líka á þetta tækifæri að hitta fólk, það er ekki allir farnir í sumafrí í maí. Nei. Og þetta er það sem ég ger í minni vinnu. Núna er til að mynda strandveiði tímabili hafið og mikill fiskur að koma að landi núna í hverju viku og þá fer ég dálítið viðreist. Keyrum landið og næ að hitta framleiðendur og allt á fullu í öllum plásum. Var þetta ekki 4. maí sem að þeir... Það er ekki 5. 5. maí sem þeir 4. eða 5. Já. Þetta er á mikilli siglingu núna. Já, og þetta svona gæðir hafninnar miklu lífi og auðvitað er þetta umdelt eins og við vitum. Við höfum verið hérna svolítið gagnrýnir á þetta hér, strandiðarnar. Já, en þetta eru, sko, ég held að enginn vilji nú spóla algjörlega tilbaka með þetta. Þetta er svona félagsliði þátturinn í sjávarútveginum, þessar strandveiðar, þetta fyllir hafninnar lífi, þetta verður áhrif á ferðaþjónustuna líka og það sem meira er að yfir sumartímann, og þetta kannski vita ekki allir, að þá hægist oft á því að landanir frá þessum stóru skipum að bólfiski komi að landi. Það getur verið vegna þess að makrillinn hann tekur við á sumrin og þá kemur þetta inn á besta tíma og tryggi það að aðfangakeðjan brotni ekki. Við erum nú öll að sinna ákveðnum prógramum inn á kaupendur bæði vestanhafs og austan og það er ekki gott ef það er ekki fiskur í boði yfir margra vikna skeið. Þannig að þetta tryggir það líka. Það er að jákvæðasta við strandveiðarnar að mínu mati er að aðfangakeðjan hún helst óbrotin og þöggs í þeim. Já, við sjáum þannig hér, þú bara komst færandi hendi hérna. Ég er að gjóða augum inn í kassan. Það sem að hlusta þá bara er frauðkassi hérna í endanum á settinu. Ég er fyrrverandi sjómaður. Já. Ekki sjómaður í dag, en ég starfa náttúrulega náið með sjómönnum og það hefur alltaf þótt góður siður fyrir sjómenn að færa vinnu sínum í soðið. Og það sem við erum með hérna eru róðlaus, beinlaus ísuflögg frá verksmiðjunni okkar í Sengirði, Aki Seafood. Og þar starfa 50 manns og kaupum fisk á fiskmörkuðum. Þannig að fiskurinn, strákar mínu sem er í þessum kassa, hann var syndandi í Faxaflóanum í gær. Já. Nú leikur hann hér dauður í fröðplaskassan. Já, róðlaus, beinlaus og það er kælimotta og annað í honum og ég vona að þið njóti vel af. Þú sagði að strákarnir þínir, Stefán, þeir varu hrifnir af þessu. Við elskum steiktan fisk. Já, og við eigum að hvetja börnin okkar til þess að borða fisk. Já. Og þau borða góðan fisk ef hann er rétt eldaður. Og hérna í hæstu gæðum þá svolgraðu þessu í sig. Það er bara besta mál. Ég veit sá tilvitnun eða punkt sem að Fúsi Fissali, handboltakappinn okkar, kom með bara núna held ég í gær að honum finnst að lýðheilsustofnun eigi að hvetja til meiri fiskneyslu en hún gerir og ég er sammála honum í því. Þetta er eitthvað sem við eigum að gefa og við eigum að gera þetta fyrir börnin okkar. Við eigum að elda fisk fyrir þau og tryggja það að neyslan aukist. En af hverju er fiskverð svona hátt á Íslandi? Af hverju getum við erum að flytja út 99% af því sem við veiðum. Af hverju er ekki einhvern veginn hægt að tryggja það að þetta sé bara ódýr matur? Þannig er það ekki. Þetta er bara lögmálið framboð og eftirspurn sem að veldur þessu háa fiskverði og þetta er hágæðaprótein. Markaðsvinnan síðustu áratugi hefur verið ágætt og við höfum komist inn á mjög öfluga markaði bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og víðar og þegar að fólk kemst bara á bragðið
veitingastaðinir setið inn á sína matseðla og finna fyrir því, eins og ég kom inn á áðan að við getum haldið aðfangakeðinu óbrotin í 52 vikur á ári, að þá eru viðkomandi bara tilbúnir að elta verðið og nú hefur það gerst til að mynda á örfáum árum að kvótin og þorski til að mynda í Norður-Atlantshafi, nú er ég að tala um Norðmenn, Rússa og Íslendinga, hefur farið frá 1250.000 tonnum árið 2018 niður í 650.000 tonn á þessu ári. Og þannig að það er bara helmingurinn farin. Fyrir vikið hafa sumir markaðir bara þurft að gefa eftir, þá ekki lengur sinn fisk, en verðið hefur hækkað út af þessu. Þetta er megin ástæðan fyrir því, svo ég svari spurningunni þinni, fyrir því að verðið hefur hækkað. Ég vil að matvælaráðherra fái heimild til þess að setja hámarksverð á fisk. Já, stýra þið bara, eins og með elstendið. Já, þetta verður bara þannig. Það megi bara ekki kosta, að flakið megi ekki kosta yfir 500 kalli. Já, það er bara ekki verið að planta svona hugmyndum, þau getur bara tekið á hlut með Af hverju ekki? Menna, þetta er lýðheilsumál. Já, og Alma Möller hlýtur að taka undir þetta heilsugar. Já, svo hafa náttúrulega laun hækkað og svona, þú veist, umbúður hafa hækkað, það var allt hækkað. Það er eitt af því sem er mjög athyglisvert og aðdáunarvert hvað sjávarútvegur á Íslandi greiðir há laun. Þetta þekkist hvergi í heiminum. Þessi launastrúktúr sem við erum að sjá á sjónum og reyndar í fiskvinnslunum líka og það er eitt af því sem að ég var komið frá Dalvík og þar fram frá fiskiðjuverinu þar hjá Samherja, rosaleg fjárfesting og þar er fólk starfandi við fiskvinnslu sem er á 4-földum launum með við fólki í Pólandi. Ég skil ekki hvernig menn á að reka þetta svona. Ég auðvitað dáist að því og það er gott að halda þessu landi en þetta er auðvitað ekkert sjálfgefið. Já, þessi fyrirtæki eru gríðarsterk og ég þekki vel til Samherja manna á Dalvík og þeir eru náttúrulega með bara ótrúlega vel rekið fyrirtæki, hafa yfirleitt verið svona skrefin og undan flestum þegar kemur að nýjungum í íslenskum sjávarútvegi og ég til að mynda hef alltaf tekið hattinn ofan fyrir Þorsteini Má og hans krafti þegar kemur að hans feril í íslenskum sjávarútvegi. Ég skrifa hann það þegar hann fór. Ég var sjómaður hjá honum í gamla daga og þekki hann persónulega. Þetta fyrirtæki hefur bara sýnt alveg ótrúlega yfirburði finnst mér í sjávarútvegi þannig að þó svo að Samherji sé að borga há laun að það var ákoman mjög sterk og góð. Já. Við heiðrum hann nú á hátíðarkvöldi Þjóðmála, hann fekk heiðursverðlaun Þjóðmála í haust, Þorsteinn Már. Hann fekk þau og verðskuldað og það er ekkert langt síðan að binni vinnslustöðinni sem þú þekkir náttúrulega líka úr Eyjum, bara viðurkenndi það í viðtali á mér að kallarnir í sjávarútveginum hafa bara verið að elta Þorsteinn Má í 40 ár. Þetta er bara verið svo endalaust maraþonhlaup og Þorsteinn bara alltaf 2 kilometrum undan næsta manni. Hann er bara svo grænstu Eþjóparnir. Já, ef þú horfir til að mynda á eldið, landeldið og laxi, Samherji er búin að vera í því í rúm 20 ár. Já, og náða árangri. Þetta er ekki byrjunin sem er að gerast núna á Suðurströndinni. Þeir eru búin að vera með í Öxarfirði í 20 ár, núna þess ári að ég held 3000 tonna eldi. Þeir geta ekki stekkað mikið þar. Nei. En framöndan er náttúrulega ótrúlegt ævintýri á Suðurströndinni. Það bara á sér engan líka og ég held að við öll og börnin okkar við munum njóta góðs að þessu sem er framöndan. Já. Þá kom til að ríki finnur leið til að skattleggja í botn. Já, við þurfum að vera mild í skottónum. Ég er á þeirri blaðsíðu við höfum frekar að stækka kökuna og taka tekjuna með þeim hætti frekar en að hækka skattana. Akkurat. Og ég held að nú er þetta stjórnvöld hugsanlega vanmeti það sem er framöndan. Í þessum efnum, kannski ekki, ég vona ekki en þetta er bara það mikið ævintýri og það mikli kraftar sem eru í gangi og þökk sé til að mynda fólki eins og Samherjafólkinu, þau eru að setja upp stöð á Reykjanesi sem eru greiðastór. Nú fjölskyldan í Vestmanni hefur lagði allt sitt undir, fóru úr hvítafiskinum og setti bara allt sitt yfir í laxinn sem er náttúrulega bara með ólíkindum hvað þau eru að gera fyrir sína eigið þetta fólk. Og skelfilegt að sjá hvernig útgerðin er að fjárfesta í óskyltum greinum. Þetta er auðvitað bara ömurlegt hvernig þessi iðnaður er einhvern veginn að gleypa allt og eyðileggja þetta samfélag. Það er gott að með það hvernig fjármunir sem að fóru frá hvítafiskinum fóru áfram inn í greinina. Já. Svo fær maður bara hroll þegar maður rekur í gegnum Selfoss og sér hvernig Kristján Vilhelmsson hefur byggt upp nýja miðbæinn þar. Þetta eru kvótapeningar ekki. Ég bara skil ekki að fólk skuli leyfa sér að fara þarna undan miðbæ. Er ég að fara að byrja hana þátt? Ef við fyrir að byrja, en réttu mér nú hérna glös. Ég hef búin að keyra svo mikið, ég verð að fá hérna rauðvinstréttil. Hvað Styrmir sendi okkur flösku? Já, hann er nú greinilega séð að Gunnar var alvöru höfðingi mættur á svæðið. Styrmir í kampaðisfélaginu og ég var að ég skal bara viðurkenna það, við heyrðumst aðeins í hátíðinu og ég var að byrja að bera hann nafnið á þessa flösku.
ég skilst nú að það sé verið ekki að grína því út í bæ hvernig ég ber fram vínin, ég kann það ekki sko. Ég hef nú ekki tekið þátt í því. En nei, en þú sko þóttist ekki heyra, svo bara heyrist bara halló, svo bara skelltist á, þannig að ég ætla bara að leyfa þér að bera frá nafnið á þessu. Já, þetta framleiðandi sem að ég þekki mjög vel, Elio Grasso í Piedmont á Ítalíu. Þeir búa til að mínu mati besta Barolo rauðvinnið sem að hægt að komast að bæði hér á landu og annar staðar. Og þetta er rungkott í neð frá 2020, það er svona reserva sem að þeir gefa út í allra bestu árgangum. Og ég sé að hann hefur komið höndum yfir 2020 árgang. Ég veit að flestir eru í dag að selja sko í beinni sölu 2022. Þannig að við erum að fá hérna vel... Örlítið fyrir mér, Stefán, ég er svo til alveg hættur að smakka það. Já, við segjum engum. Bara rétt til þess að. Við erum bara 3 hérna. Já, er þetta ekki með hérna alkoholfrí kalda líka? Jú, það er nú til einhverstaðar líka. Svo ætlum við hérna með veigar frá kalda og svo þetta kjötkombrinu og það er líka veisla, það er sko mínútusteik ofan á hérna hefðbundnu rétti. Ofan á dýrðina. Já, alveg veist. Þið er bara vera alveg ófemnið að væða þetta. Já, og veistu Gunnar, hér í þessu hlaðvarpi má smjatta í mækin sko. Hér er enga pempjur. Það fá próteinir. Þetta er alveg ófemnið við þetta sko. Takk fyrir. Þannig að kjöt og fiskur og alls konar. Það er síðan hérna smá tilkynning. Við verðum að verða með kosningasón 16. maí, næstkomandi. Hvað er að gerast þá? Þá hérna í sveitarstjórnarkosningunum, þá ætlum við ætlum við bjóðum ekki Hjörvari að vera með okkur, Dóttir fútból. Jú. Og fleiri góðum aðlum. Epic Bet og fleirum. Búllismenn verða með okkur. Og Búllis alltaf sjálfsögð, þeir verða að framleiða þetta allt saman. Þeir eru bara í vinnu sko. Bara hardcore vinnu, eins og alla aðra daga. Að þá ætlum við að vera í Austurbæðarbíó, efrihæðinni þar. Við ætlum að selja miða á þetta. Miðasalinn hefst á mánudaginn og að sjálfsögðu fá gestir Þjóðmálastofunnar forkaupsrétt. Þar ætlum við að vera með veitingar frá kjötkompaninu, frá Kalda og frá kampaðansfélaginu sem er fylgja hverju borði, eða hverju seti. Þetta verður dýrleg kosningar nú. Það stefnir í það. Þannig að Gunnar, þú varst á þingi. Það lítur að þetta öðruvís að lifa kosninganótt í frambóði heldur en eins og fyrir okkur sem að bjóðum okkur aldrei fram og engin eftirspurnir eftir. Þegar ég bauð mig fram, þá átti ég ekki von á því að fá kosningu hvað þá enda á þingi. Ég fór bara snemma að sofa kvöldi. Var það þannig? Já. Ég var róin lúin eftir kosningabaráttuna, hafði verið líflegur í henni. það var 2003. Já, svo þegar ég vaknaði morguninn, þá voru yfir 100 misskól á símanum og ég veit ekki 100 skilabóða og ég var róin þingmaður. Þannig að ég var sallarólegur yfir þessu, þangað til bara daginn eftir. Þú fórst að sofa sem óbreyttur borgari og vaknaði sem þingmaður? Það var ekki ætlunin sko, en ég svona læði maður til hliðar og ég bara svaf bara dúnlega vel allan nóttina. Breysti þetta lífiðinu? Að vera kosin. Já. Það var náttúrulega hörku fín reynsla að starfa á Alþingi í 4 ár. Kynna gangverkinu og hvernig allt svona bunkerar hjá ríkisstofnunum og hvernig stofnanir og nefndir Alþingis vinna og svo framvegis sko. En ég held að það sem komið mest á óvart er hægagangurinn í pólitíkinni. Þetta er ekki, það gerist ekki á miklum hraða eins og í viðskiptunum. Man er sagt að menn þurfa að venjast þessu svo. Já, hugmyndin, þú fær kannski frábæra hugmynd í viðskiptum og vill koma inn í verk og það gerist tildulega hratt. Þú ert bara farin að selja vöru áður en veist af. Þú ert með ákveðna hugmyndir í pólitíkum sem geta nýst land og þjóð og þú vill endilega koma því í gegn, en síðurnar og filterarnir eru bara svo gríðarlegir að þú hefur kannski ekki mannsaldur til þess að breyta því. Voru þetta ekki rosalega mikil viðbrigði fyrir því sem þú hafði bara verið í business mjög lengi og... Já, ég var náttúrulega mjög ungu maður þegar ég var kosin, ég var kannski ekki búin að vera lengi, ég var búin að vera sjómaður og aðeins í business á þessum tíma, ég var 32 ára þegar ég var kosin og þannig, jú, þetta voru náttúrulega gríðarleg viðbrigði. Þú fórst inn á þing með Adda Gita Gau. Já. Og hverju voru þetta aftur fleiri? Þetta var Magnús Þór Hafsteinsson heitinn. Já, vinur okkar. Sigurjón Þórðarsson. Já. Þetta eru svakaleg grúpa maður. Já, það var mjög gaman hjá okkur og þetta var skemmtilegur hópur. Greta Mar var þarna varaþingmaður og áttu þið engin svona klausturmóment? Margrét Sverrisdóttir var framkvæmdastjóri þingflokks, mjög öflug. Já. Dóttir Sverris heitins Hermannssonar. Akkurat. Já. Sem að stofnaði flokkin. Já, og eins og við komum inn á áðan að í pólitíkinni að maður eignast vinni og maður kynnist mikið af fólki, rétt eins og þú á ferðum þínum með landið. Og þarna er fólk allstar að landinu komið til að starfa saman.
yfir veturinn þegar þing kemur saman. Og maður regnaðist marga vini, reyndar úr öllum flokkum og ég hef haldið sambandi við marga sem voru með mér á þingi á þessum tíma. Það gott fólk í öllum flokkum. Það það. En þetta rosalega hópur sem að kemur að þeim fyrir Frjálslynda. Ég spyr sko, til hljótið af á svona einhver klausturmoment sem ekki náðust á mynd. Ég meina, þið hefði nú talað hreina íslensku þessu hópur ef ég þekki ykkur rétt. Þetta voru allt miklu sómamenn. Fyrirvændi sjómenn. Það veit ég. Rétt eins og klausturkallarnir. Þetta voru alveg miklu sómamenn og það var aldrei neitt vesinn á okkur. Nei. Einmitt. Og ég byrði fólk ekki að googla þetta heldur. En hvað, þú náttúrulega skiptið síðan flokk og komst yfir í sjálfstæðarflokkinn? Já, Einar Oddur Kristjánsson heitinn og Guðlaugur Þór, þeir áttu við mig mörg samtöl þetta og það var bara að kólna mikið í samskiptum innan þingflokks, Frjálslynda-flokksins. Frjálslynda-flokkurinn vildi fara í kollstep á sjávarútvegskerfinu, algjörlega breytaði frá grunni. Ég vildi fara miklu mildari leiðir, eitthvað sem væri kannski raunhæft að sjá fram á, það er því gert og myndi kannski ná breytingum og fyrir viki svona jók spiliðan svo mill okkar og endunum tók ég þá ákvörðun að ganga yfir í Sjálfstæðisflokkinn árið 2005. Sigurjón Þórðarsson er enn á þessari línu, menn hann er enn að boða bara aðskilna veiða og vinnslu og það er bara mikil harka í Sigurjóni. Já, kannski ekki eins mikið og þá átt að fara algjörlega yfir í sóknarkerfi með þetta og innkalla kvótan og svona. Ég held að Sigurjón er mjög efnilegur maður og það er gaman að hlusta á hann til að mynda þegar kemur að líffræðinni og hann veitir Hafrannsóknastofnun ákveðið aðhald, hann er tilbúin í debattun og umræðan það hvort að vísindaráðgjöfin sé rétt. Við viljum fylgja vísindunum og við viljum trúa á vísindin en vísindi aldrei góð nema að það sé einhver nálgun á rökræði í kringum vísindin sjálf og hann hefur verið tilbúin að taka þann slag. Þannig að þar hef ég verið mjög hrifinn á hans framgöngu að vera tilbúin í þann slag, tilbúin að ræða það vegna þess að það er mikið undir. Bara sem dæmi svo að hlustundur sjáu hversu mikið er undir. Við mælum kvótan út frá 20% aflareglu. 20% aflareglu eða bíómassreglu. Þannig að ef við mælum bíómassin í þorskinu 1.000.000 tonn, þá veiðum við 200.000 tonn, eru þið með? Þessi aflaregla var hærri hér áður og hugsið ykkur ef við myndum færa hann upp í 24%. Með að við bíómassan sem hefur verið og yfir 1.000.000 tonn núna á undanförnum árum, þá er það 40.000 tonn af þorski. Og maður spyrir sig sem núna til að mynda var Ráðgjöf Hafró að koma út, ekki ráðgjöfin heldur niðurstöður rannsókna að koma út bara fyrir nokkrum dögum, því að það kannski tekið eftir því, þetta er stórt og mikið mál og þar kemur í ljós að stofnvísitala þorsk hefur ekki verið lægri síðan 2011 ef ég man rétt í þessum niðurstöðum og þá spyr maður sig þessi góðu ár þegar við sáum þennan stóra mikla þorsk berast að landi og allir sjómenn sögðu það er bara sjórinn er bara alveg gulur og það er þorskur bara allstaðar sko. Áttu við að veiða meira þegar að það var upp á teningnum, kannski fara upp í 24% og veiða 40.000 tonnum meira en ella þessi ár. Gefum okkur bara 5 ár, það eru 200.000 tonn sem við erum að tala hérna. En væri ekki stofnvísitalan þá bara minni núna? Þetta er það sem Sigurjón er að benda á. Hann er að benda á að við megum alveg fara og gaggrina þessa ráðgjöf og ræða hann í þaula. Við getum ekki bara sagt að við ætlum bara að gera þetta eins í 30 ár eða 20 ár. Það er alltaf verið að toga sömu slóðinni. Skiljiði hvað að fara? Það er alltaf verið að toga sömu slóðinni. Fiskurinn er með sporð, hann færi sig. Og eflaust er botnin á þessari sömu slóð búin að taka einhverjum breytingu þegar að trollið fér þarna yfir ár eftir ár í þessum rannsóknum. Þannig að það gefur auga leið. Þetta gefur svo mikið tilefni til gagnrænnar umræðu að ég fagnaði að séu til menni eins og Sigurjón Þórðarsson. En er einhver aðrir sem að taka undir? Ég talaði marga í greininni sem að eru sammála mér og Sigurjón í þessum efnum. Hann er að vekja mikla athygli á þessu. Og við getum verið ósammála annað sem hann nefnir í sjávarútvegi en ég er sammála þessari nálgun ef við eigum að vera gagnrýnin á Hafró. Nú er verið að auglýsa eftir nýjum forstjóra hjá Hafró.
og Það er það verður algjörlega- mjög spennandi að sjá hvað kemur upp úr þeim hatti. Það þarf að veita þeim aðhald eins og öllum öðrum. Ertu ekki sammála því? Jú, Ég jú, jú. bara, og það er bara svo mikið undir hjá okkur vegna þess að 200.000 tonn á þorski á 5 árum. Við skulum bara reikna þess hvað það eru miklu peningar. En heldur ekki, samt, þið kunnið betur á þetta, ef að við, nú er þessi stoppvísitala fyrir lækandi, menn hafa áhyggjur af nýgengi í stofninum og hvernig menn orða þetta. Ef að menn hefðu á fyrri árum tekið 20% meira út úr úr stofninum, væri hann þá ekki bara enn minni núna? Ég veit ekki hvernig þetta virkar, en maður óttast að menn... Það er það sem að Sírón hefur verið að benda á. Fiskurinn getur farið að éta undan sér bara. Já. Og svo núna eru góða fréttir með lóðnuna. Það eru svo margir fítusar sem hafa, marga breytur sem hafa áhrif á þetta. Ég tek það fram. Ég er ekkert sérfræðingur á þessu sviði. Nei. En ég fagna gagnrýnar umræðu þetta. Og þessi umræðu þessi opnuð upp á gátt. Og þessi hlusta á menn eins og Sigurjón, sem er líffræðingur af menn. Hann er búin að lifa og hrærast í þessu bæði í pólitíkinni og í sínum störfum fyrir utan pólitíkina. Og bursi frá því hvaða álit við höfum á honum sem þingmanni eða skoðunum í hinn á þessu, þá á þetta rétt á sér. Það er það sem ég vil segja hérna. Já. Hann er bara kjörinn fulltrúi og heldur sínu fram á meðan stætt er. Heldur betur. Herðu, sveitstundakostningarnar, svo við fyrir þangað. Já. Við sáum að svona áðurum fyrir að ræða að það er eitthvað miklu þaula, þá verðum við að draga upp þessar myndir sem að voru birtust og bárust þættinum eftir fund hjá leigjendasamtökunum sem var haldin í síðustu viku. Það sem að, þið sjáu bara hvað ég fyndi við myndina. Þarna fyrir það sem að hlusta, þá þetta eru myndir frá fundi leigjendasamtökuna sem allir oddvitarnir í Reykjavík að svara spurningum. Önnur spurning var þannig hvort að skipulega Reykjavík endurspegli vilja almennings eins og hann birtist í könnunum. Og það er einn fulltrúi sem segir já og allir hinir segja nei. Hver er þessi einu sem segir já? Hvar er Valli, spyr maður. Þetta er svona minnir á þær bækur. Heiða Björg er nú ekki mjög upplýð stjörf á þessum myndum. Heiða Björg, borgarstjórinn Reykjavík. Og svo sem verður mér annað seti á lista Samfylkingarinnar. Fráfarandi borgarstjóri. Fráfarandi borgarstjóri, já. Svo er önnur mynd sem er eiginlega bara gagnstæð. Hafa skipulað sig vel borgarna gert mistök við uppbyggingu með tilliti til stærða og gerða íbúða. Og þar sé allir já, en einn fulltrúi segir nei. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt. Þetta er þetta ekki bara svona ekki bara svona gamli tíminn þarna einhvern veginn? Eða hvað segir þið? Ég velti því fyrir mér eins og með Heiðu borgarstjóra. Sko, hún hefur fullan rétt til að taka sæti á listónum, eðlilega, eftir prófkjör Samfylkingar. Þetta eru bara reglurnar og... En maður spyr sig, eins og fyrir Pétur sem kemur nýr inn sem oddviti. Ég tek það fram, ég þekki þau ekki. Honum er auðvitað ekki greiði gerður. Nei, það er það sem ég ætla að nefna. Ég menna, hefði ekki verið betra fyrir hann að fara inn í þessa kosningabaráttu með kannski alveg hreint borð í þennan slag sem framöndan er. Ég held þetta sé eitthvað sem hefur kannski truflað kosningabaráttu Samfylkingarinnar. Það hlýtur að vera meðan, og svo er hann að boða breytingar og hann er að gagnrýna kerfið eins og það er sett upp og leyfisveitingar og margt fleira sem að Samfylkingin hefur þetta er bara búin að stýra borginu frá 2014, 2010. Það er rosalega erfitt að fara inn í svona pólitík þegar þú ert með starfandi borgarstjóra. Já, bara fyrir aftæði. Það er bara gríðarlega erfitt. En þetta er ekki bara Heiða Björg, Skúli Helgason er líka á listanum, þau eru þarna að verma eftir sætin hjá Samfylkingunni og þau eru bæði örugg inn í borgarstjórnarflokknum og það er auðvitað ekki trúverðugt fyrir Pétur þegar hann segir, hér þurfa að blása ferskir vindar, við þurfum að gera ákveðnar breytingar og allir borgarbúar sjá það auðvitað. En þetta eru síðan viðbröðin sko. Og þetta er það sem að Pétur situr upp og það verður hólur hljómur í því. Það verður hólur hljómur alveg eins og það var hólur hljómur í því þegar Einar Þorsteinsson býður sér fram, vinnur kosningasigur með hvað 18% atkvæða 2022 og fer svo upp í hjá Degi B. Eggersinni og lætur Dagmæri sig að vera borgarstjóra fyrstu 18 mánuðina. Það var, og við rættum það hér strax þegar að svo ákvörðun á fyrir að Einar væri að koma sér í mikinn vanda pólitísið og að þetta myndi fara illa. Síðan springur þetta meirihluti en hann reynir að mynda nýjan að því að hann er að reyna að koma sér út úr þessu vanheilaga bandalagi og núna eru mælingarnar að sýna að það er bara verulega líkur á því að Einar nái bara ekki inn í borgarstjórn. Og þetta er alveg hann hefur spilað alveg ótrúlega illa úr þessum sigri sínum. Það sem er bara að gerast núna, það hefur komið þreyta þegar stjórnvöld eru búin að vera eða sömu lengi við líði að þá kemur oft þetta ákallan breytingar að búið að vera skuldasöfnin í borginni, samgöngumál eru erfið.
Þetta leikskólamálin er öðruvísi pólitík en landsmálin, þetta gengur út á þessa nærþjónustu Já, já, og þetta snýst voða mikið mikið finnst mér, og það er efnilegt fólk að koma þarna fram, svo til að mynda það er ákveðin reynsunni og sjálfstæðisfólkum. já, já. Hún Hildur er bara með nýjan lista, alveg komplett svo til. Bjarni Guðjónsson, mikill keppnismaður, er þarna númer 2 og þannig að það er margt sem, það eru ferski vindar í kringum sjálfstæðisflokkinu í borginni, óneitanlega. Þetta Brynjar Níelssoni þykir mjög vænt það að vera að lýsa ferskum vindum. en svo finnst mér líka Gustaf Björgu Magnúsdóttir hjá Viðreisn. Hún virðist vera að koma sterk inn, ég þekki hann ekki, en hún er greinilega að ná til fólks finnst mér. Hún er sjarmör og virðist vera að tikka í ákveðin bóks hjá kjósendum. Þannig að þetta verður með spennandi þessi lokasprettur. En hvernig metið það? Haldið að þetta muni fara eftir landsmála línunum? Hildi verður vandi á höndu við að mynda meirihluta eftir kosningar ef að þeir fara með þeim hætti sem við erum að sjá á könnunum núna. Ekki síst ef að það er eitthvað flögt á því hvort að Viðreisn treysti sér í samstarf þvert á það samstarf sem að þeir eru að mynda hjá ríkinu. Já, já. Og ég nefni það bara að því að flokkur fólksins ætlaði þetta að mynda nýjan meirihluta með Einari Þorsteinsinni og Hildi Björnsdóttur, en það rökk úr skaftinu þegar systir Sigurjón Þórðarssonar er kölluð á fund upp í stjórnaráði með Kristrúnu Frostadóttur og Ingu Sæland og þær bara svínbeygja hana í málinu og kom í veg fyrir það að það yrði myndað meirihluti sem að hefði fungerað fyrir borgina. Sjáum aðeins, það var könnun sem við ætlum að skoða, sem er bara næsti linkur held í hjá okkur, að þá sjáum við bara könnun frá því vikunni, úr Reykjavík, þar sem að maður sjá súluriti þarna, þannig við áttum okkur á þessu. Sjálfstæðisflokkurinn er að mælast með kringu 30% fylgi. Fylgi Samfylkingarinnar hefur auðvitað dalað svolítið undanfarið, síðustu mánuði. Þetta er nú ólæsilegasta kort sem að ég bara séð ævin held ég. Er þetta frá, hverju birta þetta? Þetta er bara mbl.is, bara vinnustæðan þinn. Hver býr þetta til? Þannig að þú getur ekki mætti vinnuna morgun, það hefði sagt þetta. Nei. Þannig að annarkvæmt ég eða sá sem að bjó kortið það kemur í ljós. Sá var símtal í dag. Við sjáum að það er engi flokkur að bæta vissi þetta nema sjálfstæðisflokkurinn, en sko talandum á þessu nótu sem við talum, sko, ég meina þá hefur það verið eins og þetta hefur verið mælt að hverjir að mælast með menn inni, að þá gæti komið upp svo staða og reynda bara mjög líklega að til dæmis sjálfstæðisflokkur, miðflokkur og Viðreisn gætu mynda meirihluta. En það var bara spurningin þín, mun Þorgerður Katrín leyfa Björg á það? Eða ræður hún því? Eða hver ræður því? Ég þetta getur bara verið erfitt. Það er rosalegu titringur í landsmála pólitíkinu, ekki síst bara út af þjóðaratkvæðagreiðslunum framundan, en svo eru líka bara hlutir sem skilja menn að. Björg hefur farið í mikla vörð fyrir borgarlínuna, meðal annars hvað varðar Suðurlandsbrautina, og Suðurlandsbrautin er bara mjög stórt mál vegna að segja að því verður hrundið í framkvæmd með þeim hætti sem þau ráðgera, að þá er verið að stúta því svæði og það segja það allir sem að starfa við götuna og annað og það komið alltaf óvart hvernig til þess Björg svaraði fyrir það í viðtali hjá mér fyrir nokkru síðan þegar var verið að ræða fækkun bílastæða við Suðurlandsbraut og þá sá hann, þessi fyrirtæki hafa bara byggingarétt á baklóðunum til þess að bara reisa bílastæðahús og ég spyr þá bara, ég nefndi bara Eirvík og Egil Árnason og Thierry, hvað þarf að selja mörg reiðhjól eða margar mílið þvottavélar til að reisa heilt bílastæðahús í bakgarðinum hjá sér. Það er eins og þetta fólk hafa aldrei rekið fyrirtæki. Þessi fyrirtæki hafa ekkert burði til þess að fara í slíka fjárfestingu og það er bara órensætt. Þau munu bara hverfa á braut og ég veit að mörg af þessum fyrirtækjum eru nú þegar það sé bara undir illetnaráðum að því að alltaf koma sér út af svæðun áður en að þetta fyrir í gang. Gæti stemt í flóknar viðræður. Það getur náttúrulega verið þannig. Erum við að fara að fá sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna eftir allt sem er á undan gengið eða þess að 3? Já, svo hefur maður heyrt margir. Og alltaf sjálfstæðisflokkurinn, ef ég kem inn á það, allar hann að fara allar til vinstri eins og hann gerði landsmálunum lánskeið og hætti nýverið. Já. Þannig að þetta eru bara allt mjög gildar spurningar í þessu allir saman, því að þetta er, svo alltaf getur vel farið þannig að, ég meina, ef Einar nær inn, þar að segja að Framsóknarflokkurinn fær þau atkvæði og Einar nær inn, þá geta, flokkurinn sem miðflokkurinn, og síðan Framsóknarflokkurinn og Einari, Viðreisn, þessi flokkar geta verið lykilaðstöðu með það að mynda meirihluta á milli einhver aðila. Þannig að, litlu flokkarnir innan gæsleppa eru þá komin í lykilstöðu, sko. Þannig að síðan var könnun í Kópavogi, sem við sáum líka, ég ætla bara að stikla á stóru hérna aðeins.
það sem að ég veit sko, það sem að, já, sjálfstæðisflokkurinn mælist með 37%, Samfylkingin heldur betur að bæti í frá síðustu kosningum, rauninni alltaf því að þrefalda fylgir sitt. Hvað hét frambóðið sem var í Kópavogi síðast, er ekki að bjóða fram núna, ég bara gleyma nafnuna því. Ég man það ekki. Þannig að sem Helga Jónsdóttir. Það hefur alltaf svolítið runni inn í Samfylkinguna, það frambóð. Helga stofnaði það frambóð út af einhverjum skipulagsmálum á einhverju lóð við hliðina á blokkinn sem hún bjó í. Það var heilt frambóðsett til þess að koma í veg fyrir og henni gekk vel. Já. Með grjóthörkellingin, sko. Vinir Kópavogs, alveg rétt. En sko, ég veit að það var gerð könnun að með minnir í janúar og februar, þar sem að sko fylgir Sjálfstæðisflokks hafi dalað og Samfylkingin var að mælast miklu mun hærri en hún er að mælast þarna. Þannig að þetta er könnun frá Maskinu sem var birt í fjölmiðlum núna í vikunni, þar sem Samfylkingin mælast 23% fylgi. Þetta er samt mikil sókn og hann er öflugur kandidat, sonur Ölmu Möller, Krónprinsinn. Jónas Már, er ekki Jónas Már? Jú, Jónas Már Tórósson. Og þú hafa þetta tjaldavölu til eins og við rættir í þessum þætti áður þegar að Kristrún fór fyrir fram að rúmfattalægurinn í Kópavogi og hóf árás á Kópavogsmódelið og leikskólana. Það er augljóst að þau meta það sem svo að þarna sé færi og að þau geti veitt Sjálfstæðisflokknum svöðusár eða ná að fella Ásdísi. Þegar Ásdís er sannarlega einhver öflugasti leiðtogi sem Sjálfstæðisflokkur ná í dag. Og einhvern veginn grunnar mig að Kristrún líti jafnvel á hana sem meiri ókvísi heldur en til dæmis Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem er núverandi formaður flokksins. Þannig að þau hafa ákveðið að höggva þarna. Þau höggva ekki í öllum bæjarfélögum, þau greinilega ætla ekki að beita Kristrúnu eða hennar pólitíska kapítali í Reykjanesbæ sem við kannski ræðum á eftir út af viðmælanda mínu hér á hægri hönd. En þá nú eftir því tekin hún í vikunni þegar Kristrún gerði viðreist Austurland og fór til Fjarðabyggðar og hóf árás á meiri hlutan þar. Og ég verð að segja að mér finnst þetta dálítið skondið undarlegt að forsætisráðherra sem að skrifar upp þemda status á Facebook sem að hefjast til þess á þessum orðum, ég er forsætisráðherra allra Íslendinga. Ég nema þá kannski meiri hlutans í Fjarðabyggð. Já, hún fer og veður yfir þá skítugum skónum. Og ég var að tala við fólki fyrir austan núna í vikunni og mönnum er ekki beinlínis mjög skemmt yfir heimsókn og kveðjum að þessu tagi frá forsætisráðherra allra þjóðarinnar. Birgir, það er spurning hvort þú geti varpað upp hérna mynd, ég fekk senda mynd sem að Austfirðingar höfðu búið til í tilefni af heimsókn Kristrúnar. Ég var að senda þetta á Messengernum. En Stefán, þetta gerist nú reglulega það ekki þegar sveitarstjórnarkosningar komu upp og forsætisráðherrar beita sér í þeim og þá skera stundum línur og upp kemur svona þessi debatt, hvað máttu segja og ekki. Þetta er afskaplega fín lína sem að fólk þarf að feta. Þetta er fín lína. Og þetta kemur alltaf upp, svona umræða kemur alltaf upp að forsætisráðherra sé að fara við strikið þannig að hann er að vinna fyrir sinn flokk. Hún er líka formað af Samfylkingarinn. Hún er það er alveg rétt. Ég er ekki Samfylkingin og kýs ekki Samfylkingun en mér finnst bara rétt að vera rétt þarna. Já, hún getur alveg tekið á mönnum og það er allt í lagi. En þegar Kristrún fer á milli bæjarfélaga og drullar yfir menn fyrir það að hafa tekið á leikskólamálum á meðan hennar eigin flokkur er með allt niður sig. Reykjavíkurborg er með allt niður sig í leikskólamálum. Bæði hvað var þar? Biðlistana, mönnununa, frátafir vegna veikinda, langvarandi eða skamtíðveikinda starfsfólks. Brákarborg sem er sko leikskóli sem mun þegar upp er staði kosta 4 milljarða sem er bara alveg glórulaustur rugl. Maður hefði haldið að forsætisráðherrann hefði sómakend í því að láta fólk í friði með þessi mál. Auðvitað á hún að ræða Ég skilði þetta vel en hinn hliðin er þessi. Já. Að þú ert að fara. Auðvitað beitir formaður Samfylkingar sér. En hún þarf að fara varlega og sérstaklega velja slægin. Ég held að hún hafi kostað Samfylkinguna Stefán nafna minn öfluga mann sem að leiði Samfylkinguna í Fjarðabyggð. Ég er ekki sem að hann kunni henni mikla þakkir. Þetta myndin sem að... Já, þetta er frétt. Til meira sem ég rýni í þessar tölur og þá fer ég bara 35 ára aftur í hugunum þegar samningurum var að taka gildi og jafnaðamenn og sjálfstæðismenn ákveða að ganga til samninga aðild að Evrópska efnahagsvæðinu. Er það ekki bara akkurat það sem þarf kannski í dag að það verði friður á milli jafnaðamanna og sjálfstæðismanna, annars virðist bara allt vera komið í einhvern hnút, sama hvert maður lítur. Kannski, koma því að þér. Já, það kann að vera, en þetta er allavega auglýsingin þar sem að þeir segja að grunnsamlega mannaferðir hafi orðið á Reyðarfirði og að kona með sleggju hafi sér ganga milli húsa á Austfjörðum
og verið að bjóða fram þjónustu sína. Hún er náttúrulega verið að gangi í hús vítt og breytt landið og spurja fólk hvað getur samfylkingin gert fyrir þig. Og ég veit að Reyðfirðingar höfðu svarið því þessu bara láta okkur í friði. Hætti að hækka okkur skatta. Já, Þess að Björn Brynjólfur kom nú hann búin að inn á þetta síðast þetta þegar viðskiptur alltaf var á Austurlandi núna fyrir þessu ári að hvað er vegið mikið að atvinnulífinu þar, ferðarþjónustunni, sjávarútvegi, orkuiðnaði. Og annað, ég var bæði í Múlaþingi og í Fjarðabyggð og þessi ákvörðun sem tekin var að færa fljótagöngin á Norðurlandi fram yfir Fjarðaheiðargöngin eitthvað sem að Austfirðingum mislíkar mjög og þetta var auðvitað forsenda fyrir sameiningu þessara sveitafélaga. Það að hefjast gríðarleg atvinnuuppbygging í gangi á Austfjörðum sem þarf að tryggja gott aðgengi hvað var það vegasamgöngur. Og það atriði sem að maður spyr sig, ég fagna því að fljótagöngin Siglufjarðarvegurinn alveg ömurlegur og stórhættulegur, en ef að menn ætti að forgangsraða út frá verðmætasköpun, það að segja hvar peningarnir verða til, þá ljóst að Austfirðir eru sem stendur í miklu betra færi í þeim efnu heldur en Ólafsfjörður og Siglufjörður. Þannig að maður skilur vel Austfirðingarna hvað þetta varðar og ég tala við fólk í öllum flokkum þannig og menn eru beinlega bara í áfalli. Þetta bara áfall að hafa mist þetta út af samgönguáætlun eða ekki út af áætlun. Mikla tilfinningar þarna tíma og það var búið að lofa þessu. Og það var fundur þarna það sem lögreglan var kölluð tilmuniði, var það ekki fyrir á þessu ári. Var það þegar Logi mættur? Það er innviðaskuld greinilega sem hefur safnast upp í þjóðfélaginu. Og við getum alveg rætt kannski seinna hverju svo innviðaskuld hefur orðið til. Já, ég veit alveg hvert þú ert að fara með það konar, sko. Með grunnaði það. En hvort hún hafi safnast upp eða ekki. Ég ætla líka að fá að segja það að á þessum ferðum höfum við farið landið og ég er búin að keyra held ég í gegnum öll göngin sem búið að gera allt frá Arnarnesstapanum og Strákagöngin og Ólafsfjarðargöngin, Múlagöngin og síðan þessar nýri framkvæmdir. Og við erum 400.000 manna þjóð í risastóru landi og ég er bara dálítið stoltur af því hvernig okkur hefur tekist að byggja upp vegakerfið. Þetta eru veikillekkir og í dölunum hafa veginir bara molnað niður á 2 árum, þetta voru vegir sem voru komnir undir viðhald, en við erum að gera rosalega flotta hluti. Að keyra Barðastrandarsýslurnar og sjá hvernig eru búin að þvera firðina og nú erum við að losna við Ótrúshálsinn og þann hrylling allan, þar sem að verður að flytja laxinn af vettvangi og inn á heimsmarkaðinn og ég ætla að segja það er innviðaskuld, við getum mjög auðveldlega bætt okkur í þessum efnum og það eru ýmsar leiðir til í því og bara göngin til Eyja, mjög spennandi hlutur eins og menn fóru í einkaframkvæmd með Hvalfjarðargöngin en ég held að lausnin sem Gunnar ætlar að boða hér innan fárra mínútna sé ekki líklega til þess að þetta okkur lengra á veginn í þessum efnum. Reynum að íta þeirri umræða svo undir okkur og kíkjum á... Við getum átt heilbriðan debattum. Það ætlum að gera. Já. Við tökum það í síðar hluta þáttarins, heldur betur. Það var könnun úr ég segi alltaf Keflavík og ég veit að ég verð skammaði fyrir það og því nærvíkingarnir vil alltaf kalla þetta Reykjanesbæ. Það var í alvöru, það var maður sem kom tíminu daginn og hundskammaði fyrir að tala alltaf Keflavík. Þannig að en ok, Reykjanesbæ, þar er sjálfstofnarinn að mælast með hvað, 40% fylgi? Já. Villi Árna, hann er bara, virðist þér að gera góða hluti þarna? Já, og það er ólíkt því sko sem að sagan frá Reykjavík segir okkur, sem er dálítið magna með þetta fylgi hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjanesbæ, er að nú hefur verið skuldasöfnun í Reykjavík undir forystu núverandi stjórnvalda í mörg ár. Já. En því öfugt farið í Reykjanesbæ. Bara svo það sitt ekki fram. Kjartan Már var að kynna bara sinni nýja... Þar hafa skuldir hækkaðu á raunverðum 8,3 milljarða upp í 40 milljarða á árunum 2002-2013. Og núverandi meirihluti tók við 2014, búin að vera í 12 ár og þeim hefur tekist að borga niður skuldir. Hins vegar ég er ekki kannski inn í öllum aðröðu þegar kemur að því hvort að bákni hafi stækkað eða eins og deilt á til að mynda með ríki líka. En þetta er ólíkt þróuninni í Reykjavík. Í Reykjanesbæ tókst að greiða niður þessar skuldir og koma Reykjanesbæ á miklu betri stað fjárhagslega. Og þó svo að ég sé ekki samfylkingamaður og hef verið tengdur Sjálfstæðisflokknum í ansi mörg ár, þó að ég standi kannski utan flokka dálítið núna,
að þá þetta bara staðreind sem að má bara alveg koma fram, þannig að rétt skal vera rétt og rámt rámt. Já. Þannig að ég tek hattin ofan fyrir Villa að í ljósi þeirra staðreinda sem ég er að nefna hér, síðan að ná 40% af fylgi, hann er mjög öflugur kosningamaður að Villi. Já. Og öfluga menn með sér. Já, hann er með öflugt fólk með sér, ég kann vel við Villa, þetta er príðismadur með góða nervuru og fólk treystur honum, hann hefur kannski verið þessi öfgalösi þingmaður, hafi ekki tekið eftir hvernig hann kemur fram í fjölmiðlum og hann hefur aldrei tekið harðarslægi. En hann er kannski akkurat maðurinn sem að Sjálfstæðisflokkurinn þurfti. Er það kostur? Kannski í þessari pólitík sem snýr að nærsamfélaginu. Það getur verið að það sé kostur þar. Ætlar að kjósa hann? Ég er ekki búin að taka ákvörðun. Ég ætla að labba á kosningaskrifstofuna núna næstu daga og ég ætla að heilsa upp á sjálfstæðismenn og samfylkingafólkið og viðreisnafólkið og ég ætla bara að taka svona hús á fólkinu. Þú ert utan flokka núna? Ég er utan flokka núna. Þú hefur dálítið verið svona pingpong í sjálfstæðisflokknum í gegnum tíðina? Já, sko fyrir mér eru... Hvað verður ekki ótt úr flokknum? Fyrir mér eru pólitík ekki trúabrögð. Nei. Stefán. Og það getur vel verið að ég sé brokkgengur þegar kemur og svona og margir gamlir sjálfstæðismenn sem eru vini mínir, já marga vini úr pólitíkinni í Sjálfstæðisflokknum. Meðal annars fyrirverandi formaður mikill vinur minn, Bjarni Benediktsson. En þegar ég læt svona illa þá kannski fækkar aðeins símtölunum. En það breytir því ekki að ég á vini þarna. Og ég stend bara fyrir því sem að mér finnst þeirra rétt þá og hvenær. Og það sem mér hefur fundist til að venda með Sjálfstæðisflokkinn, við getum komið betur að því setna. Poppa hérna með hann. Hann hefur, finnst mér, farið og langt til hægri. Of langt til hægri? Til hægri. Ég hef verið þessi í þessum frjálslyndari hluta og ég hef verið til að mynda hallur undir Evrópumræðuna og mér finnst það mistök núna hjá forystu Sjálfstæðisflokksins að búa ekki til meira andrými fyrir þeirri umræðu innan flokksins. Ég er algjörlega á því, bara í viðtölum mínum við fólk. Þið vitið að ég er mjög virkur í atvinnulífinu og ég kem víða við. Það eru margir sem tjá sig ekki opinberlega en segja svo kannski eitthvað í 2 manna tali. Og mín skoðun er svo að það eru fjölmargir bæði Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum sem eru mjög hallir undir það að skoða hvort við höfum að taka þetta skref á gangi í Evrópusambandið svo lengi sem við náum að verja þessi náttúruauðlindir. Kannanir að sína, þetta er ekki svona. Þú ert að tala við bara mjög þröngan og... Kannanir er ekkit alltaf upp á 10, Stefán. Nei. Og það sem gerist kannski núna með dýpri umræða, það er rosalega mikil umræða í gangi núna að gerjast. Ég er að skrifa, það eru fleiri að skrifa, þú ert að skrifa, það eru allir að skrifa þetta. En hvað er andrými, hvað er ekki verið að búið til andrými? Ég held að við þurfum bara miklu meiri tími í þetta. Þetta er það stórt mál, Evrópumál, við þurfum miklu meiri tími. Það var allir sagt að þetta sé algjörlega glórulaust tímasetning á svo þjóðræði. Það finnst mér ekki. Ef við þurfum miklu meiri tíma í þetta, þá er 29. ágúst algjörlega galin dagsetning. Ég finnst það ekki. Ég er að missa ykkur frá mér, sko. Ég er að missa ykkur... Hver er þú áttur? Þetta er alveg mál sem við ætlum að ræða, sko, og munum ræða. Herru, þetta Nóapopp, þetta kemur í verslanir eftir helgi. Við fengum forskot á selina. Það meina þetta? Þannig að þetta er hérna... Gott yfir úrslitakeppninni. Já, úrslitakeppninni og kostingunum og er ekki Eurovision líka næstu helgi. Svakalega hvað? Ísland er ekki að taka þátt þar. Þetta er ekki gleyma að borða fiskinn. Já, þetta er svo góður eftirmætur. Fá sér góðan fisk og svo þetta. En kíkjum aðeins á, bara til að ljúka sem við setjast á málin og algjört bulla að sjálfstoflokkurinn hafa alltaf einhverjum hægri en við tökum á því eftir. En þetta kíkjum að Epic-stjórnuna. Bauðst þú honum með? Herru, ég sé að Epic-bet, þeir eru konum með Stuðla á dalskónu. Ég sá að Vísir var að fjallum þetta líka í vikuna. Ætli þeir fá ekki erindi frá fjölmiðlum þá? Fyrir að vera vísi hérna... Skelfilegt. Já. Hvað segir þarna? Í Reykjavík, hann á ekki hár Stuðla sjálfstoflokkin, það er bara 1,1, þannig að þeir sem eru að veðja, þeir gera græðilega ráð fyrir því að sjálfstoflokkurinn vinni þær kosningar og Hildur Björnsdóttir verði næsti borgarstjóri. Er skilgreiningin sigurvegari bara sá sem er með flest atkvæði? Já, væntanlega. Já. Er þetta eitthvað veðmála síðan? Já. Epic-bet, þeim hefur nú oft ratast rétt orð á munn, sko, í sambandi kosninga verið nálægt úrslitum. Já. Svo sjáum við þetta í Kópavogi, þar er Stuðullin ennþá lægri, 1,05. Þannig að ekki veðja á bæjarstjóra þar. Í Hafnarfirði, þar er samfylkingin að mælast í kratabælinu sem Hafnarfjörður er. Það er samfylkingin með lægsta Stuðullin, 1,8. Guðmundur Árni Stefánsson lætur ekki að sér hæða. Nei, hann gefur ekkert eftir í þessu. Og eins og Akureyri, þar er samfylkingin og ellistinn
með stöðunum 3. Þú varst nú að koma þaðan í dag. Heldur betur, við Varstu vorum borgarafundi. borgarafundi gera á Græna hattinum. Já, Það var mjög Við skemmtilegt. erum að taka upp hér á 50 degi, þátturinn byrjar á 1. degi, þannig að já. Einn góð vinnuðinn, Þorvaldur Lúðvík, þarna fyrir norðan. Já. Og við spurðum hann við Andri, hvernig getum við hengið fjör í fundin? Hann sagði, droppið bara spurningunum 50 metra keppnislaugina. Ég sagði, við erum ekki að fara að hleypa um einhverju fund út einhverju sundlaug. Svo gekk eitthvað illa að trekja fólkið í gang, svo myndust við á sundlaugina. Það var það bara allt brjála. Með klóra bara augun úr hver öðrum út af þessu sund. Svona eru sveitarstjórnarmál, þetta er bara Já. snúsaði bráða, bara, þetta er bara málið sem að snú okkur næst að okkur. Það svoleiðis. Og fólk sakaði brigsl og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta var algjörlega. Heima gengur þetta út á, sko, er nógu mikið einbýlishús á lóðum, það er stóra máli hjá sjálfónum, sko. Já, já, Samt fullt af einbýlishúsum til sölu og hreyfast ekki, sko, en það er annar mál, sko. já. Og hvað í Garðabæ, hver er stöðu þar? Það er ekki veðið á sigurvar, það er bara yfir og undir. Það er alltaf í öllum sveitarfélögum líka, bara veðið á yfir og undir. Mér er sagt að kannanir síni ótrúlega sterka stöðu Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ. Bara Gallup-vagnin hefur verið að sína upp undir 60% stuðning sem að var nú alls ekki reyndin í kosningunum síðast og náttúrulega það hefur svona líðfræðilegar breytingar þetta fyrst þegar Álftanes kemur inn í sveitafélagið, er tekið yfir landtökubyggðirnar eins og við kallaðar á Álftanesi og síðan er það eins og Urriðaholt það sem ég býð, það er orðið miklu meira fjölbýlishúsa eignum í Garðabæ heldur en var. Það var þetta bara fólk í einbýlishúsum að velja litin á næsta Range-Rover, sko. Þetta var þannig. Ekki lengur. Nei, ég ekki að segja þér á hvernig bíl ég er. Þegar þessi þáttu fyrir loftið, þá eru 8 dagar í kosningar, þannig að það verður mjög fróðilegt að sjá hvernig þessi stuðlar munu breytast í aðdraganda kosninga, þeir breytast svona yfir þetta eitthvað, sko. Já. Þannig Við munum sjá kannanir í vikunni, við erum að fara að taka kappræðurnar við stærstu sveitafélögin núna í komandi viku á Mókanum og þetta hugtak útspil fer ótrúlega töðunar með því að útspil hefur á sig svona ómerkilega áru einhvern veginn en þetta verða flokkarnir með einhver útspil í stóru sveitafélögunum sérstaklega og það verður áhugavert að sjá hvort að það hniki að hreyfa eitthvað við fylginu. Í einhverju tilvikum mun bresta á svona myndum maður halda örvænting. Ég get ímyndað mér til þess að mönnum líði ekki vel í miðflokknum í Reykjavík. Ég held að menn hafi haldið að Ari Edvald myndi skila betra búi heldur en að vera með 1-2 menn, sko. Já, menn voru að gera ráð fyrir 3, jafnvel 4. Og Framsókn, ég menna ef Einar Þorsteinsson að mælast út, þá mun Framsókn bara lofa einhverju 500.000 milljörðum í einhverja hluti, sko. Heldur við munum sjá einhverju svona bull hugmyndur koma fram hérna síðustu dögunum? Já. Frá einhverjum flokkum. Gerist það ekki alltaf. Jú. En eru kjóstur ekki, áttar þessi ekki á því að þetta er orðin þá örvænting? Mun hérni frá, mun eitthvað svona lofvorð hreyfa fylgi eitthvað? Þið munum hvernig þetta var hann með íbúðalánin hjá Framsókn, 90% íbúðalánin og Já, en það kom ekki fram viku fyrir kosningar. Nei. Og svona aðskýr frasar eins og þegar Sigurður Ingi lýsti yfir að sko ríkisstjórn undir hans forystu myndi sko stefna 0% atvinnuleysi. 0% atvinnuleysi er ekki til nema bara, þú veist, í Norður Kóreu og ef það er 0% atvinnuleysi þá er hagkerfið í miklu ójafnvægi. Þannig að það er oft svona ódýr útspil sem að ég held að virki ekki. Ég held að bara þessi loforð núna hjá Ragnari Þór Ingólfssyni og Heiðu Björg og Daða Má Kristóferssyni þessar ríkislóðir og allar íbúðirnar sem eiga að rísa þar. Þeir sem eru að hlusta, þessar íbúðir mun aldrei rísa. Þetta er bara lygi. Þetta er bara frasar og bara eitthvað kusk sem er verið að reyna að þyrla upp í augun á fólki og það verður aldrei staðið vita. Þetta er eins og með allar þessar glærukynningar öll þessi hverfi sem átt að reisa en ekkert hefur orðið af og eru þetta ástæða þess að íbúðamarkaðurinn á Íslandi út af Reykjavíkurborg er í messi og það er ástæða þess að við höfum verið hér með viðvarandi verðbólgu og erfiðleika á fasteignamarkaði. Já. Heldur betur. Á hverju ertu ósammála þessu Gísli? Svo bara rétt í lokin, sko, þú ert alltaf búin að fara landið eins og við komum inn á, ef að sjá þessa mynd þarna sem að, sko, þú búin að vera að keyra með þessu landgrúsir, svo töðu þetta. Geggjaður bíl. Ég hef samt bara fegin að Úlfar er ekki á samfélagsmiðlum þegar sá þessa mynd, sko. Þú ert að kústa bílinn. Ég var á Ísafirði, það er engin löður á Ísafirði. Ég var í gær á Akureyri og þá tókum við snerturlösa stöð hjá löðri á Akureyri. Já. Við þurftum einfallega að skóla þarna bílnum eftir að hafa farið þarna yfir Dynjandsheiðina. Það verið að klára síðasta hlutan
af henni á norður endanum, neðst í heiðinni og það eru hrikalegar aðstæður og þetta er bíl sem að gjörsamlega slátraði því. Þá eru einhverju menn að kvenkast undan þessu meðal annars menn sem tengjast Tovita og ég sagði ef að lakkið þessum bíl er slíkt drasl að það þoli ekki eina kústun frá svona postulínstrengu Garðabæ, þá verða með bara að fá sig einhvern annan bíl sko. Þetta er lakkið þessum bíl bara eins og þessi nýtt eftir þessa 5.600 kilometra sem ég dröslaðist á honum. Frábær bíl. Átt þú sjálfur bílinn? Nei, þetta er bíl, þetta er Toyota á bílinn. Já, ok. Það er þeirra sem segir, vil ekki Úlfar sjá mig kústa bílinn. Já, ég Ég hef aldrei kústan ef ég ætti hann sjálfur. Þetta er ekki hug. Eða svo var fólk með eitthvað derring út af litnum á honum. Þetta er flottur litur. Hitti fólk svona á barnum á kvöldin og svona, og þarna konur og ísæði fyrir eitthvað að dissa litir, sagði áttu þennan bíl, hvernig þetta er í huga velja hann að litu annað. Þetta er safari brún litur og ef það er einhver litur sem hentar í svona vetrarsafari eins og vorkostningar á Íslandi þá er það þessi. Þetta er eiginlega sami liturinn og á drullun á dinnansæðinni. Það er rétt. Herðu Gunnar, þú komst með fiskandöku, þú komst færandi hendi sem er alltaf bara ánægilegt og en við erum líka að gefa þetta þér. Það er ekkert annað. Það er svona þjóðmála bolli til að taka með á skrifstofuna. Þessi fer á skrifstofuna. Já, heldur betur. Þannig að þetta eru bollarnir sem að vinur okkar í IT House of Brands búa til fyrir okkur. Þannig að Kaffi bræðast betur úr þessu bollum. já, og bara lífið verður betra. Það er eitt svona bolli á skrifstofunni. Aha. Já, einn starfsmaður hefur verið að hann hefur Já, komið á eitt kvöldið eitthvað. Ég og hann myndi- bara keypt þetta ég myndi hækka launin bara í dag, sko. Þannig að er hann ekki að fara að launa við eftir helgi? Það vona að Hjölli minn sé ekki að hlusta. Við sendum honum allan að bestu kveður. Já. Þannig að þessi bollar og meira til fástu þetta í vefverslu þjóðmála á þjóðmála.is. Hvað er nú líka hægt að skrá sig í þjóðmálastofuna? Býttu Og fyrir verður ekki hluta henni? Er þú í þjóðmálastofunni? Nei, Ekki ennþá. Ég er það. Já. Þannig Á að ég ekki að fá neitt? þar þú átt svona bolla. Þú átt derhú og þú átt sundu. Og... Já, ekki sund. Ég hef ekkert að gefa þér, Já, ekki sund. Er það ekki? Nei. Herru, við þurfum að greiða það. Ég er að fara að víja nýtt grill núna í næstu viku. Ég verð að fá svona sund í þér. Evertur grill? Hvað heldur þú? Auður sjálfsögðu. Herðu, ok, það er en hvetjum allir til að skrá sig í þjóðmálastofuna, einhver síður. Já. Þannig að og njóta þess að vera með í okkar skemmtilega samfélagi hér. En hvað segir, vil ég ræða eitthvað með ESB-mál? Og ég kannski bara fara fram á meðan. Gunnar, þú múin að skrifa mikið þessi mál? Sé það það? var þetta svona, ég er forvitin. Þannig að Þú ert bara svo Þórður Snær Júlíusson. Þetta eru lengstu pistlar sem ég þurfti að komast í gegnum bara í marga mánuði. Þetta er stórt mál, Stefán. Þetta er stórt mál. Mér finnst þér, ég er fljótur að skrifa þá þegar ég hendi þeim fram. Einhvern veginn dettur bara frá. Það er gott flæðið þér. Þegar ótt orðin 55 ára gamall eins og ég, að þá og búin að vera á vinnumarkaðnum í 40 ár. Ég fór strax eftir skólaskilduna bara á sjó. Og sjómaður í mörg ár áður en ég fór í útflutningin. En ég er búin að vera 40 ár núna á vinnumarkaðnum og alltaf í sjávarútvegi. Þá hefur nú skapast eitthvað reynsla þegar kemur að því hvort við höfum kannski Íslendingar verið að upplifa kjör sem að gætu kannski verið betri. Og maður spyr sig, sko, fyrir mér er þetta tvíþætt. Þetta er fórn að vera með þennan gjaldmiðil sem er kannski ekki Evrópusambandi heldur myntbandalagið, en svo er það líka áhætta. Fórnin felst í því að til þess að haldi hérna litla gjaldmiðil að þá þurfum við að vera með háa vexti til þess að hún haldi sér og við þurfum að vera með dálítið stóran forða hjá Seðlabankanum líka. Þetta kostar litla þjóðansi mikla peninga. Áhættan er fólgin í því að við erum með sem svarar 60-70 milljörðum evra í lífeyrissjóðskerfin okkar og sem eru hreinar eignir okkar, bara lífeyrissjóðs eignir Íslendinga og þetta er rauninni krafa á krónuna, þetta er bundið í ákveðin höft, í rauninni er þetta félagslega fjármagn alltaf stórt á íslenska hlutabréfamarkanum sem býr til áhættu og áhættan er slíka mínu mati vegna þess að upphæðin er svo há, þetta er svo rosalega há upphæð með við hvað við búum fá á eyjunni, þetta er okkar stæstu eignir og bara sem dæmis í tekið, eigninar eru kannski 70-80 miljardar bandaríkjadala og uppbyggingin á Suðurströndinni fyrir 150.000 tonna laxeldi 2-3 miljardar. Þetta er 35 sinnum það, eignir lífeyrissjóðanna og við bindum þessar eignir í þann klafa að starfa við gjaldeyrishöft og búum þá til áhættu og kröfu á íslensku krónuna. Það er áhættan sem ég segi. Hún er alltof mikil og fyrir vikið er ég mjög hlynntur því að hér komi stærri og trúverðugur í gjaldmiðil sem að
mun minnka áhættuna en þess að krafa lífeyrissjóðanna verður þá á þennan stóra gjaldmiðil, ekki á þennan litla gjaldmiðil. Og það sér það hver helvita maður að í þessari breyttu heimsmynd í dag að íslenska krónan er bara lítill korktappi í þeim mikla ólgu sjó sem að þetta tollastríð hefur alið af sér. Nú síðast var konungur Englands í Bandaríkjunum í heimsókn og sló í gegn, var allir sammála því, ótrúlegu diplómat þar á ferð. Þegar hann kemur tilbaka eða er að fara heim, að þá kemur fórseti Bandaríkjunum og býður honum upp á það að fella tolla af öllu viski frá Skotlandi til Bandaríkjunum. Sko, pólitíkin er orðin þannig að þetta er orðna svona bara ákvarðanir hjá Trump það hvernig hann líður í, hvernig skapa hann er. Og það býr til rosalega mikið rót í alþjóða umhverfinu. Og við verðum að taka ákvörðun það, ætlum við að venda krónun, ætlum við að venda peningan okkar og fara inn í stærri gjaldmiðil. En sko, jafnvel þó að Trump myndi sitja í 20 ára viðbót, sko, aðalda Evrópusambandsins, hún að fara að breyta ykkur hvað þetta var þar. Já, það er bara þetta öryggi, að vera ekki örgjaldmiðil með allar þessar eignir sem við erum með, í litlum örgjaldmiðil, í slíku umhverfi. Umhverfið er bara beinleinis hættulegt. Við vitum ekki hvernig það mun þróast. Þannig að fyrir því að snýst þetta fyrst og fremst gjaldmiðlum. Já, ég get bara annað eins og til að mynda með, mér finnst evran spennandi, hún er oft töluð niður. Sko, dollarinn er náttúrulega sterkast í gjaldmiðil, en ef við horfum á vexti til að mynda hjá ríkisvexti í Bandaríkjunum á dollar, þeir eru 5%, 30 ára lán. Þeir eru að hækka og í Þýskalandi eru sömu tölur 3,5%. Í Englandi sem að fór út úr Evrópusambandinu er talan komin upp í 5,7 og við erum með 6,7 hérna á Íslandi. Þannig að það segir sér sjálft að það er eitthvað kannski að gerast þetta vestra sem er beinlínis hættulegt. Ég til að mynda á viðskipti mikið við Bandaríkjamenn. Líklega helmingurinn af okkar viðskiptum sem telur á milljörðum í fiskmetti sem við sendum til Bandaríkjana er að fara þarna inn á norðaustursvæðið og ég er í góðu sambandi við vini mína og aðra sem að sumið þeirra kussu Trump og aðrir ekki. Margir eru núna komnir af þessum vagni, sjá eftir sinni kosningu. En það sem er að gerast núna, og minnst aldrei sérstætt að þetta hefur ekki verið rætt kannski meira í fjölmjölum, er að þessi fyrirtæki, þessi innflutningsfyrirtæki eru núna með kröfu á bandaríska ríkið fyrir tollana sem hafa verið að greiða. Með öðrum orðum, við erum að selja SIF, við erum ekki að selja DTP, við erum að selja SIF, sem þýðir að viðtækandi vörunar, innflytjandinn, hann er að borga tollana. Og við höfum ekki lækka verði. Þetta fjall allt á bandaríska neytandann. Þannig að nú er það að gerast að það er óskað eftir því í næsta mánuði eftir að dómurinn frægi fjall það hvort þetta væri löglegt og forseta Bandaríkjanna eða ekki að setja á þess að tolla að ríkið þarf að fara að endurgreiða núna óheyralegar fjárhæðir yfir til þessara innflytjenda sem bíða mjög spenntir eftir því að fá þetta endurgreitt. Mörg þessara fyrirtækja eiga undir högg að sækja fjárhagslega eftir þessara ákvarðanir. Þannig að við getum alveg spurt okkur. Þetta er okkur við ESB? Já, en þetta er alþjóðlega umhverfi sem ég er að benda á. Ég er ekki að segja að við höfum að ganga í ESB bara því að það er eitthvað vandamál í Bandaríkjunum. Ég er bara að benda á það, þetta rót og þessa áhættu sem fylgir því að vera með 70-80 milljarða bandaríkjadollara í íslenska lífeyrissjóðskerfinu sem er með kröfu á íslensku krónuna. Já, útskýrðan skunnar kröfu á gjaldmiðlinn. Við munum taka þessa peninga út síðan, Stefán. Já, gjaldmiðlinn sem gjaldmiðlarnir sem við vinnum með eru einfallega einhvers konar endurspeglun eða mat á þeim verðmætum sem liggja baki þeim. Þannig ég verið að heyra þetta núna á síðustu viku og menn hafa verið að grípa til þessa tals og einhvern veginn að slengja lífeyrissjóðakerfinu inn í þetta og segja við kröfu á íslensku krónuna. Lífeyrissjóðirnir eiga kröfu á þau verðmæti sem þeir eiga kröfu á, það er þessi skuldabrifum eða hlutabrifum eða lánveitingum og það er einhver verðmæti þar að baki. Þau verðmæti eru til staðar alveg óháð því hvort að þú metir þau eða vegir og metir í krónum, dollarum, evrum eða renminbi eða hvaða gjaldmiðil sem þú velur. Þannig að þegar þið byrjuð að tala með þessum hætti krónuna og segi þetta er svo mikil áhætta því að krónan er svona eða hins veginn. Hún mun bara alltaf endurspegla þau verðmæti sem að baki eru. Lífeyrissjóðirnir er ekki bara með krónueignir, þeir eiga hlutabrif í hvort sem það er Apple eða Rheinmetall eða Shell eða síldarvinnslun eða ísfélagina hvað það er. Og gjaldmiðlarnir þeir bara endurspegla hvaða verðmæti er að verða þar til. Þannig að það væri gott að þú myndir útskýra það þannig að fólk skilji í hverju krafan á gjaldmiðlinn felst.
gjaldmiðillinn náttúrulega bundin við það að fjárfesta að ákveðnu hlutfalli í krónum. Það veitum við. Það eru höftin sem að lífeyrissjóðin standa fyrir. Já, við breytum því bara. Það eru lög í landinu um það hversu mikið af eignum lífeyrissjóðanna megi vera erlendis og hversu mikið hlutfall innanlands. Við höfum verið að hækka hlutfall erlendis og menn hafa átt sér þá von að hlutfalli sé 50% erlendis og 50% heima. Já, það veikir krónuna ef þú hækkar hlutfallið. Þetta er svo vandrataður stíl. Það veikir ekki krónuna vegna þess að menn hafa verið að hækka þetta hlutfall og krónan hefur ekki veikst, krónan hefur styrst og krónan er gríðarlega sterk núna, margra viti of sterk og hún hefur verið stöðugri allavega frá 2018 heldur en evran. Þannig að þessi rök halda ekki, sko. Eitt sem ég vil koma með inn hérna, varandi fórnarkostnaðinn af evrunni. Krónunni. Á krónunni, fyrirgefðu. Það er einu ljósara að til þess að halda í krónuna, til þess að hafa þetta sem gjaldmiðil, þá þurfum við að vera með Seðlabankann og við þurfum að stýra vöxtunum og það kostar ansi mikið fé. Það hefur kostað okkur töluvert mikið fé að halda krónunni að hún haldi sínu virði og við höfum þurft að vera með varaforða líka. Á sama tíma þetta þá er það deginu ljósara að stór fyrirtæki í landinu hafa verið að nýta sér möguleika á því að gera upp í evru. Evrópski seðlabankinn er með varaforða. Stærsti varaforði í heimi er kínverska seðlabank. Já, maður kom inn á þetta, að í skjóli sinna starðar og síns útflutnings, þá hafa fyrirtæki geta gert upp í evrum, þau eru að selja í evrum og þar alveg hafa bankar verið tilbúnir í þessi viðskipti af því að þessir útflutningur á sér stað og salanir í evrum. Þetta hefur gert það að verkum að það hefur myndast ákveðin gjá á milli aðila hér á Íslandi. Sumir eru með betri kjör en aðrir. Evrukjörin hafa verið betri en krónukjörin. Þetta getur við örugglega verið sammála um. Nei, við erum ekki sammála þetta. Já, býtu, það hafa verið hærri vextur á krónunni en evrunni. Lántekundur eru að borga miklu meira fyrir lán á krónu en fyrir lán á evru. Ég held að þetta bara blasir við. Sá sem er með tekjur í evrum, getur tekið lán í evrum. Og ef þú er stórfyrirtæki með tekjur í evrum, þá færðu að sjálfsögðu betri kjör á lánunum heldur en aðli sem er að kaupa sér litla fasteign á Íslandi eitthvað það er. Það á líka við einstaklingi í Hollandi eða Þýskalandi eða Frakklandi eða Ítalíu. Að þeir einstaklingar sem við erum að miða við, sem að þið eru að reyna að gera í þessum áróðri, er að bera saman almenning á Íslandi og svo risafyrirtæki með milljarða tekjur í erlendri mynd. Nei, þetta er ekki bara almenningur, þetta eru smerri og meðalstæri fyrirtæki á Íslandi sem hafa ekki aðgengi á þessum... Er ekki með tekjur í þessum gjaldmiðli? Akkurat, en úr því að þú ert með tekjur í þessum gjaldmiðli, þá ertu með þennan trúverðuleika hjá bönkunum að geta... En viltu ekki bara gangi á Evrópsandi? Ég vil fyrst láta reyna spurningin þessi, er þessi þjóðaratkvæðagreiðslu haustlag ekki bara óþarfi? Nei, myndbandarlagi, við vitum að það er ekkert að fara að koma 1 og 3, það kemur einhverjum árum seinna. Það þarf aðalega íslensku krónuna að evrunu og svo framvegis. Það tekur vantarlega svona tæpan áratug. En þessi gjá sem við erum að búa til í efnahagslífinu gerir það að verkum að sumir eru að fjárfesta hér á Íslandi fyrir kjör sem fá í evrum versus þá sem eru að keppa við sem þurfa að fá lán í krónum og eru að hærri kjörum. Þetta býr til ákveðna gjá, þetta býr til ákveð ójafnvægi og fyrir vikið eru ákveðnir aðalega sem vilja ekki fara inn innan breytingar. Má ég svo vísa aftur 35 ára aftur í tíman, Stefán. Þá er það sama, þá eru ákveðin öfl í landinu sem eru bara með útflutningsleyfið. Það var bara þannig. Það gat ekkert hver sem farið og flutt út fisk og við gengum það inn í samningin og tókum upp samningin Evrópska efnahagssvæðið og í kjölfarið þá mynduðust þessi kraftar, öll þessi útflutningsfyrirtæki urðu til og samkeppnin var til, við bjöggum til nýja krafta. Á þeim tíma voru ákveðin öfl sem náttúrulega kannski voru að maka krókinn á því að hafa þessi enga leyfi á sínum tíma til útflutnings. Nú erum við kannski komin aftur á þann stað að viljum við haldi íslensku krónuna eða eigum við að fara inn í stærri og trúverði það lítur samt að vera að taka þessu umræðu og jafnast leikur ég ætla að byrja það hrósa þér þetta er, við getum sammála og ósammála ykkur atriði. Þetta er líklega efnismeiri ræða þessi ræða sem komst þetta máðan þetta heldur en öll ríkisstjórnin er lagt fram samanlagt í þessum máli. Það er eina sem heyrist á þeim það bara treysti ekki þjóðinni og það er einhver svona frasar það hvernig það á að vera allt saman. Svo sjáum við fréttir af því núna þessi dagana, við skulum kannski fara eins að það eftir, að þessi umræða var hafin löng í Brussel, þar sem heiti íslenska ráðamenn og aðalega Brussel, löngu áður en að það var ákveðið að ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu hér. Hinn punkturinn þessi,
sko, það að tala um einhver öfl og svona, þessi einhver öfl á móti og þú veist, einhver reyna að koma í veg fyrir þetta og svona, það er bara fullt af fólki sem er bara á móti að gangi í Evrópusambandsins, það getur bara gildur okkur ástæði fyrir því á þess að sé einhver stóri hagsmunir að baki, sko. Árétt. Þú veist, þannig að það er ekki alltaf að segja að þetta sé bara einhver öfl sem er þar að baki, sko. Já, ég skal orða það öðruvísi. Ég held, alveg rétt eins og sko, umræðan maður fyrir 8 árum síðan eða hvað það var, þarna í kringum. Það er 32 ár frá að við gengum í EES. Já, 32 ár síðan, já. Að ég held að þetta sé í rauninni, ég held að séu margir í viðskiptalífinu ansi svægir fyrir því að fara að inn. Þetta eru ríki sem við erum búin að starfa náið með ansi lengi og við erum með stóra markaði þarna, ég minna við vitum það að Spánverjar, Portugalir, Frakkar haldi upp í þorskverðinu, þjóðurennir haldi upp í karfa og össaverðinu. Þeir munu gera það Já, ég meina við eigum bara svo mikla sögu með þeim. Þeir vilja bara kaupa þessa vörur, þeir erum að framleiða frábæra vörur. Já, býttu og þetta Þú ert að selja frábæra vörur. Já, en þetta samstarf sem við erum búin að eiga með þeim núna gefur tilefni til þess að hugsanlega er samnefnarinn orðinn það ríkur að við getum unnið með þeim kannski í frekari mæli. Svo lengi sem, og þetta hef ég ítrykkað í mínum skrifum og þú hefur tekið eftir því. Ég er ekki búin að ákveða hvort ég vil í gangi Gunnar. Nei, býttur og nú máttu ekki taka mér orðið með hund. Þið látið segja, nei, við erum bara ofið við að skoða þetta, við erum bara hraðferð þarna. Við skulum hafa réttir rétt. Við getum sest að borðinu og reynt að komast að einhverju niðurstöðu og byggt á þeirri niðurstöðu mun ég taka ákvörðun. Og það vil líka skýrt komið fram hjá utanríkisráðherra og forsætisráðherra að þær vil ekki fara þarna inn nema að sjá ákveðin menn það er bara kjaftæði, það er alltaf bara þarna inn Gunnar og það verður öllu kostað til í því. Já, nú ert að setja orð þeirra líka á hvolf, Stefán. Við sjáum bara hvernig það er að passa sig á því. Við sjáum hvernig Þorgerður Katrín hefur að vinna bak við tjöldin út í Brussel og meiri segja á þeim fundum sem hún hefur átt á síðustu mánuðum þar sem við áttum undir högg að sækja út af kísilmálm tollunum, þá barst það ekki tala á þessum fundum. Þetta snýrist allt úr það hvernig væri hægt að koma Íslandin í Evrópusambandið. Ég ætla hins vegar, vegna þess að við vitum það ekki. Við vitum það nákvæmlega. Nei, Stefán, við höfum ekki hugmynd. Við höfum bara ekki hugmynd. Nú þurfum við að fara yfir þessar hluti efnislega. Þetta byrju til. Og þú kemur með hluti hér á borðinu sem að þarf að ræða og það þarf að fara ofan í sauman á því, vegna þess að það er verið að slengja hér fram ýmsum fullyrðingum. Þú segir til dæmis að við höfum mikinn kostnað á krónunni og að við þurfum til dæmis að halda úti hér stórum gjaldeyrisvaraforða vegna þess að þetta sé svo veikur gjaldmiðill. Gjaldeyrisvaraforði Seðlabankans er í dag í kringum 1000 milljarða og það er kostnaður af því. En við munum ekki losna við kostnað af slíku þó við förum í evruna eða annan gjaldmiðil. Ég minna á það að Kínverjar sem eru með annan stærsta gjaldmiðil í heimi, þeir eru með gjaldeyrisvaraforða upp á 3,3 trilljónir dollara. Það stærsti gjaldeyrisvaraforði í heimi. Þannig að jafnvel stór ríki með risagjaldmiðla, þau þurfa að hafa gjaldeyrisvaraforða til að geta brugðist við sveiflum að eins og tægi. Þannig að þetta eru rök sem halda ekki. Hitt atriði sem að þú nefnir og varðandi uppgjör þessara fyrirtækja í dollarum eða evrum. Bogi Níls Bogason og fleiri hafa útskýrt það margoft en samt sem áður halda menn áfram að tönnlast á því að það skiptir engum máli í hvaða gjaldmiðlið þú gerir upp ársreikningin hjá fyrirtækinu þínu. Gísli Freyr á hér fyrirtæki sem heitir Þjóðmál og þú átt öflugt fyrirtæki í Reykjanesbæ sem að þú getur gert það upp í renminbi eða danskri krónu eða hverju sem er. Það er bara endurskoðandinn sem að stillir það af. Ástæða þess að þessi fyrirtæki eru í eðlis ólíkri starfsemi með aðra er það að þau hafa tekjur frá erlendum aðlum. Þannig að ef að tekjurna koma erlendis frá, þá geta menn sótt lánakjör og annað þeimdúr. Eitt af því sem fór mjög illa með íslenskan almenning hér þegar hrunið gekk yfir, það var þegar fólk hafi verið að taka myntkörfuláni í japansku jenum og hinn og þessu og síðan kemur hrunið og þá endurspegluðu gjaldmiðlarnir sem að þau höfðu skuldsett sig í ekki efnahagslegan veruleika þjóðarinnar. Íslenska krónan með sína veikleika og styrkleika er gjaldmiðl sem endurspeglar þá verðmætasköpun sem er að verða til á Íslandi á hvernig tíma. Ef við tökum upp evruna sem að þú ert spenntur fyrir, þá erum við komin inn í myntbandalag 500 milljóna manna, þar sem að baki eru mjög stór og ekki nógu öflug hagkerfi reyndar, en mjög stór hagkerfi sem að sveiflast og að hreyfast eftir allt öðrum kröftum heldur en við. Bílaframleiðsla í Þýskalandi, ferðaþjónustan í Frakklandi sem er allt annars eðlisheldur en okkar, Spánverjarnir með sinn iðnað og gasinnkaup, allt annars konar orkuframleiðslu og annað í þeim dúr. Og það sem að mun gerast
eftir að við erum komin inn í þetta sæluríki Þorgerðar og ykkar það að þegar að við þurfum að beita verkfærum meðal annars gjaldmiðlunum til að rétta hluti af sem hefur verið gert hér með gengisfellingum eða gengissíi eða gengishækkun að við munum ekki hafa þau vopni í höndunum lengur og þá minn ég bara á, ég held að Davíð Oddsson hafi lýst þessu ágætlega á sínum tíma að ef að íslenska hagkerfið væri sjúklingur og þýska hagkerfið væri sjúklingur við værum með hjartaáfall en Þjóðverjinn væri fótbrotinn, við varum lögðin á sömu sjúkrastofu hjá Evrópska seðlabankanum að þá myndi öll meðferð beggja sjúklinga miða því að lækna fótbrotið en ekki hjartaáfallið. Því að sjálfsögðum en Evrópski seðlabankin taka hagsmuni Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Spánverja og annarra stórríkja fram yfir okkar hagsmuni þegar það þarf að tvíka hagkerfin til. Skárra væri það nú. Það var algjörlega frálegt ef að Evrópski seðlabanki myndi segja við ætlum að laga við ætlum að laga hérna íslenska hagkerfi, við ætlum að bara sturta vöxtunum hérna upp eða niður en það mun þetta hafa geigvænlega áhrif á 60-70 milljónir manna í Þýskalandi. Þetta virkar ekki svona. Stefán, það eru ríkjunum í ESB þeim gengur misvel. Þau hafa alveg sitt sjálfstæði og sinna ákvörðunar rétt á mörgum sviðum. Þau ráða sínum skattamálum þau ráða sínum öryggis- og varnarmálum. Þeir ætlaði að lækka vaskin og eldsneyti á Spáni og þeim var bannað Þeir var bannað Já, þau ráða sínum skattamálum að mestu leyti kannski að mestu leyti Ég skal skoða það betur en þetta er það sem ég hef lesið að ríkin innan Evrópusambandsins þeir ráða sínum skattamálum og eru áfram með sjálfsákvörðunar rétt á langflestum sviðum. En ef þú horfir til að mynda einstök ríkin en Evrópusambandsins, þá horfir til að mynda Pólverjar í mikill sókn. Með hvaða gjaldmiðlur eru þeir? Tildulega ung þjóð er í Evrópusambandinu ynga síður. Með hvaða gjaldmiðlur eru þeir? Já, ég er ekki klárað því. Þeir eru með pólskt lot og þeir ætla ekki að taka upp evru. En það er tengt við evruna. Þeir ætla ekki að taka upp evru. Það er tengt við evruna. Þeir eru með þrjútið alveg eins og danska krónan er tengt við evruna. Þeir eru líka komið út úr allt öðruvísi stöðu heldur við. Já, en það sem ég er að nefna í þessu, ég er ekki að segja hverju þeir eru þarna og hverju þetta er erfitt í Frakklandi. Spánverjar eru að sína ákveðin batamerki núna, svo dæmis ég tekið. Hagvöxtur þar er yfir 2%. Við getum alveg verið hluti af þessum stóra innra markaði, en samt haldið í okkar sjálfstæði þegar kemur að hagvexti og viðskiptatækifærum og þeim kröftum sem hér eru. Það mun ekkert breytast. Við erum bara hluti af innri markaðum stærri gjaldmiðli og það er rangt, Stefán, þegar þú segir að það séu bara betri kjöri, þeir sömu og betri kjör með íslensku krónuna versus evruna. Munurinn er bara gríðarlegur. Húsnæðisvextir á Íslandi eru töluvert hærri en húsnæðisvextir í Evrópu. Eigum við að þræta fyrir þetta? Húsnæðisvextir í Evrópu eru alla jafna lægri heldur en hér. Svo er annað í þessu. En við búum líka bara við allt annað. Já, þetta er fórnarkostnaður. Nei, það er ekki út af gjaldmiðlum. Það er ekki gjaldmiðlum sem skapar það. Nei, það er ekki gjaldmiðlum. Hinn hérna peningum svo að vinnumarkaðurinn er líka varallur. Það er nóg að horfa á námslónin hjá fólkinu. Við skulum bara förum aðeins úr húsnæðislánunum vegna þess að ég veit hvað þú ætlar að meina með húsnæðislánunum. Þú ætlar að demba því á borgarstjórann í Reykjavík að lóðirnar séu svo dýra. Þess vegna séu þessi miklu vextir á húsnæðislánum. Við skulum aðeins staldra við. Það hefur áhrif. Við skulum aðeins staldra við. Það er fyrst og síðast út af stærð gjaldmiðilsins. Hann er of dýr og hann er ekki nóg trúverðugur. Annað, ef þú horfir á námslánin. Fólk hefur verið að borga. Þetta er ekki út af kostnaðinum við gjaldmiðil. Fólk er ekki að fara með fleipur, Stefán, þegar kemur núna fram í þessar umræðu. Verðbólgan hér er ekki út af gjaldmiðil. Sem er að borga námslánunum sínum, kannski búin að gera það í 10-15 ár og höfuðstóllinn hann bara lækkar ekki. Það er bara þetta fólk sem er að væla út á námslánu, þetta eru peningar sem verða að gefa fólki. Ég hef verið með námslánu eins og mjög margir, þetta eru peningar sem eru gefins og fólk á bara að hætta þessu rugli og hætta að slengja þessu framan í fólk. Lánasjóður íslenskra námsmanna hefur bara gefið fólki peninga og stutt fólk til náms með þeim hætti. En ég er að benda á það, þetta er ekki bara bundið við húsnæðislán. Ég er bara að benda á það. Þetta er bundið við bíla, þetta er bara lán í öllu formi. Gjaldmiðlinn er ekki yfirdráttarlán. Gjaldmiðlinn er ekki vandamálið. Það er hvernig við högum okkar efnahagsstjórn. Þetta snýst það hvernig þú stjórnar hagkerfinu. Þá erum við búin að gera ránt í áratugi. Við getum aldrei undir það sko. Við erum búin að gera ránt. Vegna þess að nefndi ég aldurum minn áðan. Það var akkurat til þess að vísi þetta. Sama hvað við höfum reynt mikið, sama hvað ríkisstjórnir hafa verið hérna, þá lendum við alltaf við því, samanber greinina sem að nýr framkvæmdastjóri SA var að birta núna, Bjarni Benediktsson, svo ágætur maður. Ég er alveg sammála greininu, við erum ríkt land og það eru rosalega sterkir hagvísar, en snúum aðeins greininu á haus. Hún endar greinin í honum á því
að leita í alþýðuna, herðu, nú þurfum við að minka sko ríki þarf að taka til og við megum ekki fara í ómikla fjárfestingar og alþýðan þarf að herða sultaróluna. Og meiri sé að seðlabankastjóri kemur fram ítrekkað og hann algjörlega í vandræðum, hann ekki minna verkfæri. Annað en það að ganga á alþýðuna, þið megið ekki eyða, ekki fara til Tenerife, ekki gera þetta, við erum að eyða miklu. Við erum að eyða miklu. Við erum alltaf búin að fjalla það í mörg ár, sko. Bitu, nú skulum aðeins staldra við. Á Íslandi þjóðarframleiðsla á mann í kringu $90,000 á ári. Í Króatíu, það sem að menn vilja kaupa kaffibóllan í dag í þessar Evrópuumræðu, þjóðarframleiðsla á mann kannski í kringu $30,000. Það svipuð þjóðarframleiðsla á mann í Póllandi, þó að þeim gangi vel. Hér hefur verið byggður gríðarlegu kaupmáttur, gríðarleg almenn eign fólks á húsnæði, laun eru há og jöfnuður hér meiri heldur en í nokkru öðru ríki. Nota bene, Ísland í betri efnahagslegri stöðu heldur en nokkurt ríki innan Evrópusambandsins. Það hefur okkur tekist ekki þrátt fyrir íslensku krónuna. Það samningurinn einhver árið svo vegferð sem við vorum að Já, það að eigi frjálsum viðskiptum við Evrópusambandið. En það sem við erum að sjá á sama tíma núna þegar þið talið evruna og Evrópusambandið það að hvernig menn hafa stýrt Evrópusambandinu. Það hópur sem að þið vilji fella Ísland undir. Þannig að segja að það verði menn innan Evrópusambandsins sem taki ákvarðanir innri málefni Íslands. Þessu batteri hefur gjörsamlega mistekist. Frá aldamótum, ég held að sé bara frá 2008, ég held að ég hafi verið með tölur það, þá hefur, við varum að taka þetta saman hérna, þá hefur efnahagskerfi Bandaríkjanna tvöfaldast í dollarumtalið. Það hefur aukist kannski 10-15% í Evrópusambandinu. Evrópa að verða eftir, og það verið að skilja það eftir í rykmekkinum, og það á þeim tímapunkti sem að menn segja, í ríkasta landi Evrópu, út af gjaldmiðlunum, förum endilega inn í þennan hóp. Þetta hópurinn sem við viljum samsama okkur að því að Donald Trump sem hefur verið hættur sem forseti eftir 2,5 ár, því hann svo ómögulegur. Sko, að rétt hjá þar, hagvöxtur í Bandaríkjunum hefur miklu meiri en Evrópu, en ég hef líka komið inn á það í sumum af þessum greinum sem ég hef skrifað að stærstu stofnanir veraldar í dag farnar að mæla velsæld með öðrum hætti en bara eftir hagvexti. Og inn í það spilar til að mynda vinnumarkaðurinn, heilbrigðis og öryggismál og svo framvegis. Þetta svart á hvítt á milli Evrópu og Bandaríkjanna. Þar erum við í fremstu. Og ég held að það sem skiptir mest, við erum mjög framalega þar. Ég ekki á móti þessari grein til að mynda Bjarna sem vísar í það að allir hagvísir á Íslandi séu gríðarlega sterkir. Það sem ég á móti að rjóminn að þessu erfið okkar að hann sé að fara forgörðum. Hann fer ekki forgörðum. Hann víst að fara forgörðum. Almenningur Íslandi á meiri eignir en almenningur Evrópu. Hann að fara forgörðum. Þetta ekki bara með eignamyndun. Hversu rík væri þá samkvæmt þessari kenninguði ef við hefðum haft evruna? Stöldrum aðeins við. Rjóminn að fara forgörðum og það sést í vaxtastíðinu sem við erum með á húsnæðislánunum. Nei. Á vöruverði í landinu. Á vöruverði í landinu. Nei, kaupmáttur hér meiri. Matarkarfan, ef þú skoða... Ég veit að þú verði það að ég í viðskiptum. Já, en þú mátt ekki bulla, sko. Nei, ég ekki að bulla. Þú talar matarkarfuna. Matarkarfan á Íslandi, ef þú horfir á laun fólks, eða kaupmátt, og verðið á maturinni, þá matarkarfan á Íslandi eins og ódýrasta í Evrópu. Það þýðir ekki, þeir eru sífellt í þessum áróðri fyrir Evrópusambandinu. Eins og ódýrasta í Evrópu. Eins og ódýrasta í Evrópu. Við, ég být aldrei á Spáni, svona ég leigi íbúð þarna og... Já, Gunnar, þú ert með laun á Íslandi, þú ert atvinnureikandi á Íslandi með íslenska krónur í laun. Ég eyði kannski 6-7 vikum á Spáni ári, býtu. Með íslensku launum, þá geðveikt að fara í búðin á Spáni. Ég skil það vel, sko. Nei. En maðurinn sem vinnur á Spáni og með spænsku evrulaunin sín sem að þú ert kom okkur í, hann bara að kaupa kaffi og það langið fyrir hann. Þetta svo rangt hjá þér og ég veit að, og þið sem að hlusta á okkur núna, ég veit að nú staldrið þið við og hváið heldur betur við vegna þess að Gunnar og íslenska vísakorti þegar Stefán vinur minn segir að íslenska matarkarfan sé svo ódýrasta í Evrópu þá hljótu við nú aðeins að staldra við. Hún eins og ódýrasta þegar litið til kaupmátt. Maður koma eitt punkt hérna. Það staðreynd. Gagnsæi eitthvað sem kemur upp í hugan þegar kemur á vöruverði og það sem gerist þegar það ákveðið svona flögt á krónu versus evru að þá
Þetta alveg svo við erum að tala oft hafi ekki heyrt talað olíuverði og svona, þegar tunnan að fara upp og niður, erum enn að leiðrétta á réttum tíma. Þetta hefur alltaf verið innflytjendum í hag hér á Íslandi. Það er ástæði fyrir að Garðabær sterkur, sko. Það eru heilsalatir. Og ég biði að kanna aðeins. Gunnar. En sko, mun það hafa áhrif á vöruverð, að hafa fullkomið gagnsæi í gjaldmiðlunum og lægri vexti? Þetta saka... Ég ætla að koma inn að reynslu. Þetta saka maturverslununa og olíufélögin að skara alltaf meira og meiri eldarsinni köku. Það eru fín ákoma hjá þeim í dag og við fylgjumst báðum með því. Er það betri ákoma heldur en hjá þér? Má ég koma inn að reynslusögu sem kannski vísar í þetta sem ég er að segja? Er það betri ákoma heldur en hjá þér? Ég held að ef ég myndi skoða ársreikningana hjá þínu fyrirtæki og síðan hjá maturverslunum í Íslandi það sé arðsemi eigin fjár. Ég held ég sé með lægri EBITDA en þeir. Hver er arðsemi eigin fjár? Það sé ekki svona kannski EBITan hjá okkur 2-3% ári, það er ekki meira. Við erum bara með mjög hóvaran rekstur. En maður komin, og þú getur flett upp mínum ársreikningu og það snertir. Já, í fyrra velti mitt fyrirtæki tæpum 5 milljörðum og afgangunum var rétt 100 milljónir. Og reiknaðu svo, það er 2,5%. Ég myndi nú ekki vera að stæra með þessu. Já, nei, ég er ekki að gera það. En ég er að segja að það má ekki mikið út að bregða við fyrir að skila tapi. En þegar ég bjó á Spáni, ungu maður, aldamótin, að þá var evran tekin upp á Spáni. Þá ganga spánverjar í myntbandalagið og ég bjó þarna í Malaga í 2 ár, milli 2000 og 2002. Og pesetinn var við líðið fyrir flyttatandi rittir, verðlag var mjög ódýrt. Það var bara þannig, það var mjög ódýrt að lifa á Spáni og svo kemur evran inn og evrusvæði var með hærra verðlag en spánverjarnir. Leið og evran kom inn þá hækkaði verðlag á Spáni. Það jafnaðist á við það sem var í evrulöndunum. Nú er það deginum ljósara að verðlag í Evrópu á vöru, á nauðsynja vöru, hvort sem það sérvera, nauðsynja vera, hún er ódýrari í Evrópu. Það eru laun líka. Já, býtu, við erum ekki að segja hendilega launilega ekki. Við skulum aðeins staldra við þar. Ég kom inn á... Nei, við skoðum bara inn í spurningu. Ertu að segja það, við erum ofta rættin áður. Við getum ekki valið það. Þetta er ekki selgetisbúð. Við getum ekki valið bara bestu nammin, sko, úr komfortkassanum. Við getum ekki verið með evrópska vexti og íslenska vinnumarkað, sko, eins og hann er í dag. Eflaust verður allar verður með íslensk laun. Það verður aðlögun á öllum sviðum. Ég get alveg Ég er alveg rosalega mikið til í það að vera með íslensk laun og spænst matvælaverð, sko, það vilja það allir. Já, en Gísli, hvað er þetta að valda núna? Nú erum við að tala um einhvern sólmyrkva sem er að koma núna í ágúst og hann er að fara að valda uppnámi á vinnumarkaði. Þetta vísar í þennan litla gjaldmiðil og hversu veikur og viðkvæmur hann er. Býtu, hvernig virkar það? Það verður svo mikið að gera að það verður verðbólga og þetta getur ógna kjörum. Nei, þetta bara snýst frambóð eftirspurn. Ef allt í einu koma 10.000 manns og vilja kaupa sama þorskin á þérkunna, þá hækkar verðið. Það er að hækka verðið á gistingunum þegar hér kemur gríðarlegur hópur. Þetta getur haft þannig áhrif á verðbólgu, þessi atburður, að kjarasamningar verði hætt í haust. Þetta var frétt sem kom fram að ég held Þannig að það segir okkur eitthvað smæð gjaldmiðilsins þegar sólmyrkvinni fara að ógna kjarasamningum. Af því að nokkri ferðamenn koma til landsins. Já, sko. Ekki nokkri. Þetta er algjör fenómen, sko. Þetta er einskiptis atriði sem að... Já, ógnar kjarasamningum. Hann er ekki sterkari það gjaldmiðilin. Þetta ógnar ekki kjarasamningum. Hann fólir þetta ekki betur en það. Gunnar, það eru kjarasamningarnir sem þú vísar í sem ógnar stöðuleikanum og ógnar gjaldmiðlinum. Við erum hér með kjarasamninga, þar sem að kennarar og opinberi starfsmenn er að hækka 10, 15, 20% í launum á milli ára og það einhverju glórulausum samningum sem er ekki neinu samhengi við þá verðmætasköpun sem er að verða til í landinu. Og þetta er stjórnleysi sem við búum við og þeir sem að trúa því að Evrópusambandi muni ná stjórn á þessum hlutum fyrir okkur vaða bara vill og svíma. Evrópusambandi kemur ekkert með menn hérna inn og segir við kennaran á Íslandi, heyrðu þið fá ekki hærri laun? Kennararnir munu bara senda þessum manni puttan alveg svo þeir senda íslenska ríkinu puttan. Fyrir 32 árum þá voru ansi margir sem að deildu hart á það hvort við ættum að hefja þessa vegferð að vinna með Evrópu. Þetta er bara allt önnur vegferð. Nei, þetta er bara hluta þessari vegferð að mínum hætti, svo lengi sem að við náum að semja vel. Og mér finnst það rosalega miður ef við ætlum okkur bara að ákveða niðurstöðuna fyrirfram. Við höfum farið í samninga sem lítil þjóð og náðu alveg ótrúlegum árangri. Spánverjarnir sem að þú vísar í Gunnar og með verslarna sem að þú verslar í með nei, þetta er ekki minnumáttakend. Við erum með algjörð stæri læti gagnvart þessu fólki því við erum að standa okkur miklu betur eftir þetta fólk. Tökum Spán sem dæmi. Ég nefndi það að þjóðarframleiðsla á mann væri í kringu $90.000 hér á landi. Það er kringu $60.000 á Spáni.
Hér atvinnuleysið hefur reynda verið að vaksa, í kringu 6%, allt og hátt og meðal annars fyrir aðgerðir núverandi ríkisstjórnar. Atvinnuleysið á Spáni er yfir 10%. Fólk undir 25 ára aldri á Spáni, 1 af hverjum 4, 25% af þeim hópi hefur ekki atvinnu. Þetta er nú ekki gæfilegt. Ég hef ekki sannað þessar tölur. Nei, ég hef sannað þessar tölur og ég er bara að segja okkur. En það eru mjög góðar og jákvæðar tölur að koma fram á Spáni núna. Ef að gjaldmiðillinn okkar húsnæðisverð hækkar mjög hægt þar, eignamyndun er lítil. En ég stoppa alveg við sumar fyrirsagnir hjá þér, sko, bæði þetta sem voru að segja Spánverja og verðu á matarkorfinu í Evrópu. Hún sé hærri en á Íslandi. Ég er að segja að matarkarfan sem hlutvallar ástöðunartekjum er ein ódýrasta matarkarfan í Evrópu. Það er mjög merkilegt og ég veit að menn eiga erfitt með að trúa því, en þú skynjar þetta mjög vel þegar þú ferð á íslensku laununum þínum til Spánar. Ég finn þetta líka þegar maður fer inn í hverfin á Malaga eða hvað það er maður ekki á þessu ferðamanna gildru stöðum. Þá ferði út hverfin og ferða vesla í verslunum sem heimamenn vesli í, þá ertu eins og milljónir. Það er vegna þess að Íslendingum hefur vegna vel. Þannig að ef að íslenska krónan er þessi skaðvaldur sem að þú nefnir í öllum þessum atriðum, þá hlýtur evran að vera skaðvaldurinn í öllum þessum efnum á Spáni, þar sem að atvinnuleysið er hátt, þar sem að miklu færri eiga húsnæði sitt heldur en við erum að sjá. Lífeyriskerfið er miklu veikara heldur en Íslandi. Hvernig stendur á því okkur hefur vegna svona vel, fyrst að þessi gjaldmiðill er svona ómögulegur? Við komum nú aðeins inn á lífeyrissjóðakerfið áðan. Þið haldið því fram, þú og Pétur og Eiríksson sem þið segir að það séu stærstu fyrirtæki Íslands ákvað að gera upp í evrum. Trúverðurleikin fyrir evrun er nú ekki minna en það. Þau er ekki að gera það út af þess. Þau eru búin að útskýra af hverju þetta. Ef þetta væri nú allt sviðin jörði í Evrópu og svo hættulegt þá myndu þau nú ekki þóra að gera bara upp í evrum. Þau myndu bara trúa íslensku krónuna ekki. Það er ekki sviðin jörði í Evrópu. En Evrópa er á öðrum stað en við. En það sem ég er einstaklega ánægður með er að rétt eins og þú sagðir áðan að umræðan var í djúp og það var mikill matur í umræðunni. Það er kjöt á beinunum þegar við tölum saman. Þetta er það sem ég vil kalla fram. Þess vegna mun ég segja já seinna í sumar. Vegna þess að ég veit að umræðan mun halda áfram. Ég er ekki, og ég tek það fram, sama hvað þú segir við því, ég er ekki búin að taka ákvörðun. En ég vil þessa umræðu með þessum hætti sem við Stefán erum að eiga núna, með þessum bara þakkaverð. Hún er frábær. Og ég þakka fyrir tækifæri til þess að fá að koma. Ég er upptekinn. Það er nú ekki öllum svona mönnum hleypt hér inn, sko. En býðið við, ég er ekki á kafi í þjóðmálaumræðunni eins mikið og þó ég skrifi einu vanni grein. Ég er upptekinn í við að reka mitt fyrirtæki. Þið starfið við þetta. En mér finnst þetta mjög spennandi og ég finn að þetta skiptir næstu kynslóður málið það sem við erum að ræða. Já, en eigum það ekki bara kjósum aðalda Evrópusambandinu? Nei, þetta er stórt alþjóðlegt mál. Nei, leikþátt í haust. Nei, ég vil láta reyna viðræður. Ég vil láta reyna viðræður, ekki segja bara við sem að fara að inn og gefa lausa tölur. Það er í ósamlega, það er stóra blekking. Þetta er ekki blekking. Ég væri þess sammála, Gunnar. Ég væri þess sammála það að fara í þessar viðræður ef viðræður verða að ræða. Evrópusambandið hefur tekið það skýrt fram og við höfum reynsluna af því frá 2009-13 að þetta eru ekki aðildarviðræður. Þetta er eðlisólíkt ferli, það er eðlisólíkt ferli sem fer á stað. Ef við segjum já 29. ágúst, sem er laugardagur, að þá mun strax 1. september eða jafnvel 31. ágúst fara á stað ferli sem miðar að því að laga Ísland að Evrópukerfinu. Eitt augljós dæmi þarum er það að þá að verja 600 milljónum króna í að þýða 50.000 síður af regluverki og það væri ekki gert bara fyrir íslenska embættismenn til að lesa yfir. Það er gert vegna þess að kerfið byrjar að móta sig og laga sig að Evrópukröfunum leið og við hefum... Þetta er rétt. Þetta er rétt. Já, Þetta tekur tíma. Já, býtu Gunnar. Þetta er alvarlegt. Í ljósi þess að Evrópa er að verða eftir, að þetta regluverk sem að menn er að dæla út dagana langa... Mála skrattan á veggin. Dragískíslan gerði þannig bara sjálf. Þetta var gert fyrir 32 árum. Ég fór í gamla þingraður að lesa bæði... Dragískíslan kom út fyrir 2 árum. Hvað sjallarnir sögðu, Steingrímur J. sem er nýhættur á þingi, þannig lagað, og fleiri góðir kallar sögðu þann samling. Það var allt. Skrattin var svo málaður á veggi. Já, Gunnar, við áttu að vera konni spænski togarar hérna inn í Faxaflóa daginn eftir. Við kusum með viðskiptafrelsi, lýðræði
og opnum viðskiptum. Ok, þá ætla Það er það ég sem að er fá að pussum koma með eitt dæmi. þetta er stór þáttur í því að við höfum náð þeim árangri sem við höfum náð. Að því að við höfum átt í frjálsum viðskiptum við Evrópu. Við færðum ákveðna fórnir og tókum upp regluverk Evrópusambandsins í skinni. Nú er breytt heimsmynd. En þetta hefur ekkert með það að Að gera. sjálfsögðu. Þetta hefur ekkert með, þetta er algjör þvæla. Býtu, Stefán, þú ert eini, maðurinn sem að ég bara hef talað við nýverið sem Ég veit eins og ekki hvað það menna. sem er ekki sammála því að sé breytt heimsmynd. Það er skollið á svæsi tollastríð og allir nema Stefán Einar eru sammála því að þetta sé breytt heimsmynd. Það er skollið á svæsi tollastríð og þú ætlar að hlaupa upp í rúm hjá frængunni sem er að tapa tollastríðinu. Það er að orða þetta svona, elsku kall, en þetta eru þjóðir sem við munnum með, þetta eru þjóðir sem við eigum Evrópa og munnum gera áfram. Já. Og við eigum að vinna með þessum þjóðum. En ég ætla að fá að nefna eitthvað. Má ég koma inn á eitt? Ég held að sjálfstæðisflokkurinn, við höfum kannski eftir að fara inn á okkar kannanir í landsmálunum líka, ég held að sjálfstæðisflokkurinn, ef hann væri opnari fyrir þessar umræðu. Hann er algjör, það er að bjóða þér hérna við þetta borð. Við þurfum ekki að hafa þig hérna við borðingunum, við bara viljum eiga samtal. Þú ert ekki þingmaður sjálfstæðisflokksins eða formaður sjálfstæðisflokksins. Nei, þá væri nú ástandið annað. Sko þeirra, alveg svo Gísli sagði hérna áðan, þú varst eitthvað að gagnrýna ríkisstjórnina um það hvernig hún kæmi fram í þessari Evrópuumræðu. Ég vil gagnrýna til að mynda bæði Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkin, hvernig þeir tala, nú er ég að tala um kjörna fulltrúa þjóðarinnar. Hvernig tala þeir? Stóra máli er það að hvernig orðalagið í þessari skiptir það máli. Nei, býtu, það var stóra máli. Það skiptir máli. Það skiptir máli. Það var stóra málið. Númer 2, að þá var þess að dilgjur það að hún sé í einhverjum leynimakki og það er verið að skvett einhverju fram og gera allt svo eitthvað sko í business myndi ég segja að það væri óeðlilegt að fólk kannski sé ekki með einhverja þreifingar áður en fariði lengra, býtu, er eitthvað vilji það er ekkert óeðlilegt við það í business Þetta er ekki business, á þetta fólk bara setja mig í hendur í skaut og steinþegja í öllum sínum verðum. Við skulum nú aðeins vakna hérna við. Það mætti halda upp í hagsmunagæslu fyrir Ísland. Ég vil miklu frekar að umræðan snúst það sem við erum að ræða. Við skulum ræðum matakurvuna, við skulum ræðum kjörin fyrir íslenska fjölskyldur, við skulum ræðum það hvort að það séu tækifæri fólkinn því fyrir næstu kynslóð. Ég verð aðeins að fá að komast í rað. Gunnar, sko, ég er til í að ræða þetta í þaul og ég held að það séu allir tilbúin til að ræða þetta. En það sem þú ert að gera kröfum, eins og Þorgerður Katrín, er að við hefjum aðlögun að kerfi sem að ég hef trú á að muni skaða hagsmuni Íslands til lengri tíma en þú trúir að muni ekki skaða og ég held að við eigum að ég veit að þú heldur að valdi ekki skaða ég trúi því og ég er ósáttur ég er ósáttur við það að þið segið, við þurfum að ræða þetta en við ætlum bara að hefja ferli samt sko. Við ætlum bara að byrja að laga okkur að þessu og við skulum halda áfram að ræða hvort að svo ákveður sé góðið ekki. Já, þú ert snillingur í að setja þetta upp en þetta hljóma eitthvað kæruleysislega. Þetta er ekkit kæruleysislegt. Það kæruleysislegt að ætla að þýða 50.000 síður af regluverki. Þó ég sé ekki sammála öllu sem kemur frá Samfylkingunni eða Viðreisn, þá mun ég aldrei kenna þessu fólki upp á það. Má ég koma innleika? En má ég spyrja Gunnar, væri ekki sanngjarnast að við myndum ræða þetta mál yfirvegað og yfir lengri tíma komast að efnislegri niðurstöðu áður en við gerum kröfu til þess að ferlið aðlögun hæfist. Finnst þér það ekki ósanngjarnt gagnvart þeim sem eru ósammála þessu? Við erum búin að ræða þetta í ansi mörg ár. Nei, þú ert að saka menn að hafa ekki vilja að ræða þetta, sem er bara röng ásökun. Nei, nú vil ég láta reyna á þess að viðræður. Svo kemur eitthvað efni úr þeim. Þetta er ekki viðræður. Það er ekki verið að kjósa eingöngu. Það er verið að kjósa það hvort það fara viðræður. Það sem er verið að gera, Þorsteinn Pálsson, Þorgerður Katrín og allt þetta fólk, þau vita að ef þau ná að blekkja fólki til að segja já, þá hefst aðlögunin. Nei, býtu, leiðu mér núna að klára. Leiðu mér að klára, svo kemst þú að. Ef þau fá okkur til að segja já 29. ágúst, þá hefst aðlögunin, það eru nefndir en að Seðlabanka og svo utanríkisráðuneytið, menn eru alveg að springa á spenningi. Þjóðin þarf að samþykkja. Býtu, þjóðin mun standa frammi fyrir því að samþykkja að gangin í Evrópusamband sem við verðum þá þegar búin að laga okkur að. Sem er Evrópusamband, sem er að missa samkeppnishæfni. Ég hef trú á Evrópu. Ég hef fulla trú á Evrópu. Ef þeir hætta þessu samruna rugli. Það eru margar ástæður fyrir því ég hef trú á Evrópu. Meðal annars það er að geggjað lífeyrissjóðakerfi í Frakklandi, Spáni, Ítalíu, þeir viðurkenna það
þeir get ekki leyst það. Veistu hvað, leiðtogar Þeir geta þessara ekki leyst ríkja, það. leiðtogar þessara stærstu ríkja, þeir viðurkenna það að það eru gallar á Evrópusambandinu. Fólki fer Og þegar fólk fer að tala svona, fækkandi á vinnualdri, það býr til ákveðna bjartsýn í mínu hugum. fólki fer fækkandi á vinnualdri í Evrópu. Það er gegnumstreymiskerfi á lífeyriskerfinu sem þýðir það að fólki sem er á vinnumarkaði þarf að standa undir lífeyri gamla fólksins. Á sama tíma er verðmætasköpun að dragast saman í álfunni, menn eru orkukreppu og það er allt í rugli. Af hverju ert þú bjartsýnn fyrir hönd Evrópu? Þetta sem þú ert að segja er rauninni allstæðar í heiminunum á Indlandi. Það er eina á þjóðin sem er unga eftir í heimsmyndin í dag. Það eru Indverjar. Já, en munum við sá að við eigum 8.000 miljardar í sjóðum Ég veit ekki betur sem að Evrópa á en að ekki. Evrópusambandi hafi verið að gera eitthvað sem þeir kalla samning aldarinnar við Indverja. Og er það næsta stórveldi sem við erum að fara? Býtu, það er að hlæja þessu. Þeir bjarga ekki lífeyrissjóðakerfinu sínu með tikka masala. Þetta snýst verðmætasköpun innan Evrópu. Stefán, að taka þá áhættu að íta litla Íslandi á litlum árabát út í þennan ólgusjó sem er í gangi á alþjóðasviðinu. Þeir eru búin að vera á honum í 1000 ár. Er ekki gáulegt. Þeir eru búin að vera á honum í 1000 ár. Það er það sem það er, munið því ég sagði í upphafi. Þetta er fórn sem ég ætla að koma inn á það. Þú tala tollastríð og Trump er svona hins og allt þetta. Og menn við allir að fara að verja Þorgerði Katrínu fyrir sitt leynimakk í Brussel og allt þetta. Sko, menn eru... Þetta eru svona fyrirsæðin að vera að búa til frétti. Bitu. Þetta er einu fjölmiðlinn sem er að ræða um mokki. Ég ætla að spá því. Engin annar fjölmiðill að ræða um það er bara því að Viðreisn er búið að segja við RÚV að þetta sé ekki frétt og þá fréttar RÚV ekki. Ég er mjög hlýðhöllur mokkanum bara svo dæmið sér tekið. Já, það áskrifum þetta allt. En það varst múin að tjekka á því? Að sjálfsögðu. En punkturinn er þessi, var ekki Evrópusambandið bara að leggja okkur tollina nýlega á kísilmálminn? Jú. Og hver voru viðbröðin Þorgerðar Katrínar þegar átti að vera að ræða það? Engin. Þá var hún út í Brussel. Akkur tók hún ekki til varna fyrir Ísland þá? Hún gerði það og við segjum bara, já, Trump er bilaður og við það sem það er að ganga í Evrópusambandið, hann er að leggja tolla á okkur. Trump er farin eftir 2,5 ár, sko. Allt svona verður náttúrulega bara ekki vandamál ef það gengur vel að semja. Þá erum við bara inn í þessum stóra markaði. Á þessi konu að semja? Ég ætla að spá því, Gunnar, að þú verðir... Nei, alveg. Ég ætla að koma sprengið að borði, Gunnar. Ég er ekki sammála öllu sem hefur komið þarna fram og ég er ekki búin að taka ákvörðun. Ég hins vegar er mjög svagur fyrir því að við reynum á viðræður og sjáum hvað kemur út úr þeim. Þetta er það sem ég er búin að segja og ég er líka búin að... Ég væri til í það ef þetta væru viðræður. Þetta eru viðræður. Nei, það er ekki viðræður. Herðu, ef þú ert að semja við einhvern mann að selja fisk... Það eru rosalega sérkynlega nálgun þetta er svona eins og að þú sett að selja manni fisk á Spánu. Ég ætla að reyna að semja við að selja 100 tonna þorski en byrja það að milli færa á mig strax, sko. Þó við sem ekki búin að semja verðið. Þetta er alveg glórulaust. Semjum við Evrópusambandið það hvað verðum að gera. Þetta virkar ekki þannig, Stefán. Evrópusambandið segir sjálft hvernig þetta virkar. Ég segi fyrir vinni mína í Sjálfstæðarflokknum og sko nýja forystu Sjálfstæðarflokksins sínu þessu máli meiri mildi. Hlusti á þjóðina. Í hverju á svo mildi að fara? Takið umræðuna núna. Far eins og ég og Stefán erum að gera núna. Má ég koma inn á eitt punkt? Maður eitt að mánu kemur að því. Halldór Benjamin skrifa grein daginn. Og skrifar gestalistan sem er að koma inn í Evrópusambandið. Ríki sem að koma inn á næstu 10-20 árum. Nýju ríki rétt. Næsta grein sem byrtist og menn kallar þetta tökum umræðina og það kallar þetta þessu, ræðum málið og allt þetta. Eins og við erum að gera. Halldór Benjamin skrifar sem bara fínu grein, málefnalega grein og allt það. Hver er næsta grein? Jú, Þorsteinn Pálsson. Fyrir sendir Íslands í Bretlandi. Guðfæðir Viðreisnar, einn af þeim. Skrifar grein, kallar þetta því að lífeyrissjóðið þakki niður í honum. Þetta er umræðan sem menn vilja að taka, sko. Umræðan sem ég vil sjá, Gísli, má ég koma inn á það? En hvað finnst þér svona skrif? Kjörina fulltrúa. En hvað finnst þér svona skrif? Kjörina fulltrúa, þar sem þeir setjast niður og við fáum óháða aðila með, jafnvel utanfrá, að við eigðum smá peningum í þetta, íslensk fjölmiðlun, við eigðum smá pening í þetta, drögum stóra fulltrúa frá lífeyrissjóðskerfinu inn í þetta, sem eru ábyrgir fyrir því að láta pundið okkar áasta sér vel. Fáum þetta fólk af borðinu, ræðum þetta í þaula, segjum já í ágúst til þess að fara í viðræðurnar. Það er ekkert loka punktir við það við sem að gangi í Evrópusambandi. Gunnar, vandinn er sá að við erum ekki að fara í viðræður. Við hvað eru menn hrættir? Við hefjum inngönguna við að fara í aðgerðir. En við hvað eru menn hrættir? Menn eru hrættir við það að við festumst þá inn í regluverki sem er að valda því að Evrópa... Nei, það er að ganga frá samningsstef. Herðu, ef við... talar eins og við séum að ganga í sambandi með að segja já í ágúst. Nei, ég er að segja... Það er við raunin að því. Nei, leiði mér nú aðeins, Gunnar. Segjum sér svo að regluverk Evrópusambandsins séu 200.000 síður. Bara höfum eitthvað mæli hvar á það.
og í dag í gegnum EES-samningin þá eigum við að vera með 40.000 síður af þeim inn í okkar regluverki og við hefum tekið upp svona, kannski ekki alveg 40, kannski 30-35.000 síður. Þegar við förum inn í aðildarviðræðurnar, þá munum menn fjölga þessum síðum gríðarlega, þannig að við munum fella okkur undir meira og meira af regluverki Evrópusambandsins í aðildarferlinu þar til að kemur að því að þjóðin mun greiða atkvæði samning. Og þá erum við að fella okkur undir regluverk sem Mario Draghi og Jamie Dimon, forstjóri JP Morgan og allir sem segja að valda því að Evrópa að missa lífsgæði, að missa tækifærum til þess að búa til aukin verðmæti. Þannig að þú ert að kalla eftir því að við förum inn í ferli. Þú ert að mikla þetta. Ég man ekki hvað hún heitir, stækkunarstjórinn. Við ætlum að þýða 50.000 síður. Ég man ekki hvað stækkunarstjórinn heitir eða svo sem að bera ábyrgð á því. Utanríkisstjórinn hérna Kaja Kallas. Já, en hún var á Íslandi fyrir skemmstu og hún var spurð út í þetta, hvar við erum ef það kæmi til aðildar og hvernig ferli því. Og einmitt út af 32 ára sögu Íslendinga innan EES-samningsins, þá erum við bara kjörin kandidat til þess að fara það inn. Sjálfsög, eru þau dreymur að komast í öll þessi verðmæti? Ég vil ekki fara þarna inn nema við náum góðan samning. Þetta snýst ekki að ná góðan samning, þetta snýst bara, Evrópusambandið bara samstarfskerfi 27 ríkja. Auðvitað snýst þetta það. Þetta, heyrðu, ef að menn trúa því að Ísland gæti sem stærsta fiskveiðiþjóð Evrópu komist undan því að fiskveiðistjórnin okkar yrði sameiginlega með Evrópu. Þetta er einn mjög spennandi punktur sem ég kom með. Býtu Gunnar. Við erum stærsta fiskveiðiþjóð Evrópu ef við fyrir þannig. Spánverjar, Þjóðverjar, Hollendingar, Danir, Svíjar hafa mikla hagsmuna því að geta stundað viðskipti innan okkar sjávarútvegs. Heldur þú í alvöruna að þessar þjóðir muni segja já, við skulum bara gefa þeim undan þá í þessum efnum. Þú hefur verið að flytja, ég ætla að fá nefna eitt atriði. Nei, það kemur ekki, Evrópusambandi búið að segja, það er enga varanlegar undan þá. Það er enga varanlegar undan þá. Bara örstuðkjum nefnst eitt sem hangir á spýtunum. Við erum mjög stórt hafríki. Við erum með 750.000 ferkilometra lögsögu. Við búum í rauninni bara á einhverjum rúmlega 20.000 ferkilometrum. Annað á Íslandi, hinn 80.000 ferkilometrin og byggilegir. Og það valjúð sem við erum með í dag versus 2013. Ástæðan fyrir því að þetta orðið aldrei spennandi núna þessi breytta heimsmynd sem þú neitar að viðurkenna sér til. Hún hefur breyst. Hafríkið Ísland hefur aldrei verið meira spennandi í augum Evrópusambandsins en akkurat núna, ekki út af þorskinum og ísunni, heldur út af legu landsins og stærð hafsúgunar. Það ástæðan fyrir því. Við erum í dauðafæri. Og við eigum að halda fullu forræði yfir þessu. Við eigum ekki að setja þetta undir regluverk og ákvarðanir einhverja manna frá Belgíu og Póllandi og Hollandi og hvað öll þessi ríki heita. Þau geta bara stýrt sínum löndum og við eigum að stýra okkur sjálf. Í rauninni, það eru samnefnarar sem eru bara mjög stórir í samstarfinu. Líka við Bandaríkjamenn og Indverja og alla. Heyrðu, við erum ekkert að hætta því. Gunnar, þú hefur skrifað frábærar greinar. Þetta ástæðan fyrir því að ég held að við séum í góðri stöðu til þess að ná fram. Ég verið mjög hrifinn af hugmyndum sem að þú hefur varpað fram það að það að gera kröfu á sjávarútveginn á Íslandi að fullvinna afurðir hér á landi. Mér finnst þetta frábær hugmynd. Segja, við veiðum fiskinn í íslenskri lögsögu, við fullvinnum hann og seljum hann sem verðmæta vöru til útlanda. Eins og fiskflökin sem að þú ert að gefa mér hér. Þetta flottasta vara í heimi. Þegar við göngum inn í Evrópusambandið munum við ekki geta sett sérreglu sem þessar okkar atvinnuvegi. Hvorki að því að það engi þjóð sem gerir það. Heyrðu, þú og Pétur Eiríksson allir sem með þessi heyrðu, maltverjar fengu undanþágur varðandi sinn sjávarútveg. Veistu hver heildarkvóti maltverja... Þetta mjög góður punktur hjá það, Stefán. Veist þú hver heildarkvóti maltverja á ári? Nálgunin önnur. Hver heildarkvóti maltverja á ári? Og Jens Garðar var Við erum að veiða 1.000.000 tonn á ári þegar að veiða 3.000 tonn á ári, sko. Hann kom með þessa hugmynd og ég reikinn af mínu vinni með þessa hugmynd. Hún brilljant. Hann er búin að segja mér að hann sé að fara að leggja fram þingsályktun þetta efni. Varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Og hann hefur talað þetta opinberlega í fjölmiðlum, þess vegna leyfi ég mér að segja þetta. Hann talar þessa vörumerkja vernd sem við eigum að geta barist fyrir íslenska þorskin. Sko heldur þú, minn góðu vinnur, að Spánverjar myndu láta Tyrki eða Portúgal eða einhverja aðra
framleiða í bereka skinkuna sína. Þetta heilagt fyrir þeim. Bretar Bíddu nú við, reyndu, kampavinið það er verið að flytja fullt af fiski út í gámum Nei, bíddu. til Póllands, Já. sérstaklega af strandveiðunum á sumrin, 80% af Ég er sammála þessu sem þú ert að segja. ef 80% af fiskmörkunum er að fara út í gámum og þetta er markaðsett sem íslenskur þorskur. Ekki miskila mig. Þetta er markaðsett sem íslenskur Það er þorskur. bara- Þannig að þetta er gert í Það dag. er bara hræðilegt. Bretar reyndu, rétt eins og Þarna Danir, erum við að halda vernd Ekki tala við mig eins og við séum ósamálast. Við erum algjörlega ósammála þetta mál. Nei, Jú. þarna ég er Ég ætla sammála að verja fullvinnslu. íslensku lögsum. Ég er Þú sammála ætlar að hleypa fullvinnslu. Spánverjum og Hollendingum og Dönum og Nei, Svíjum þú er bara og búin að Þjóðverjum. ákveða það að vörumerkjaverndin ná ekki yfir íslenska þorsk. Spánverjar ætla bara að komast hér inn á miðin hjá Þá, okkur. þá ferðu undir daldið íslensku undan í flaggi, flæmingi vegna svo veiða finnur að ég fiskinn. hitt á veikan punkt. Nei, Jú, þeir ætla að við gera þetta. getum haldið fullvinnsluna áfram þó við séum inn á innri markaðanum í Þá Evrópu. ætla ég að spyrja þeinu. Ef Þetta er bara- að Spánverjar myndu kaupa Samherja, Þetta er bara, ef að Spánverjar myndu kaupa meiri hluta af hlutafé í Samherja, heldur þú að þeim myndi þetta í hug að halda við fiskvinn, leið mér að klára, heldur að þeim myndu halda við fiskvinnslun á Dalvík, þar sem þurfa að borga fiskvinnslu fólkinu fjórfalt hærri laun heldur en í Pólandi. þarna myndi Gleymdu hugmyndinni. Stefán, Gleymdu henni. þarna myndi ég ekki kvitt undir, en þetta verður að fá að koma í ljós í samningunum Nei. hvort að þetta sé Nei. mögulegt. Þetta liggur fyrir. Það þarf ekki að skoða þetta og þess vegna mun þjóðin segja nei í ágúst. Ég held Þá eru- nefnilega í samtalið við fólk að það séu fleiri að fara inn á þennan jávagn hjá mér. Þá erum við búin með eitrið á þettinum. Ég legg til að við Gunnar hittust hér 31. ágúst. Tökum við sömur eftir. Við ætlum að hérna, já, við búum það setna. Við verðum með eitthvað í kringum þetta allt saman. Þetta er bara, ég meina, ég fakt umræðinni. Fólk veit uppast umræðu. Já. Það fekk vonandi eitthvað hér það. Það var minnst hér á Jens Garðar Helgason. Má Já. ég færa hann að þessi tal? Þetta er smásend. Hérna, ef við kekkum grillinu, ég ætla að segja sko, ég er ekki sem þarf að kæla en Ég er á kósveittur. við getum hérna Það er svo í rektin að mæta hún Gunnar. kveikjum að svo grillinu, yfirdúr grillinu. Ertu að fara að fá nýtt grill, segir þú? Yfirdúr. Já. Ég veist það ekki. Hvernig grill er þetta á sér? Everdjúrgrill. En ég á Everdjúrgrill. Ég er Já, með kólagrill. þú ert með kolagrillið, já. Já, og ég er að fara að testa íslensk kóla því ég ætla að ræða það hérna í næsta þætti. Ok. Íslensk kólað austan. En já, ég er að sísa yfir í Everdjúr. Ok, og með vinum okkar í yfirdúr, þá hérna höfum við tekið svona hrósvikunar. Þú veist, við hittust við í grilli, allir glaðir og kátir og fáum eitt kaldan eða kampavín og við erum að steikja, byrjum að hrósa gróðurum. Við erum valdablandi hlaðvarp. Ég ætla að byrja að hrósa Gunnari. Mér finnst svo ótrúlega gaman að taka þessu umræðu. Og líka bara að hann skuli sína sóma sinni því að vera lélegri í umræðinu en ég, sko. Þannig að ég er svo þakkláttur fyrir það. Með lélegri rök. Nei, Þú segir margt skemmtilegt og fræðandi en ekki alltaf rétt og satt frá. ég reyni það og rétt eins og við báðunum. Ég ætla að fá í alveg að hrósa Gunnari vegna svo ólíkt mörgum öðrum að þá hafa þessi pistla sem hann hefur verið að skrifa á Facebook þeir hafa verið efnislega góðir. Ég hef aðeins nýtt hann fyrir svona þú veist, hann eins og margir kvartnöta því að þeir sem eru á móti aðild séu ómálefnalegir og hann hefur sagt að margir sem takir þátt í umræðinni. ekki við því, ég tók það sérstaklega. Nei, ég vissi það, þú myndir aldrei tala svona um mig, en að segja sko margir sem eru á móti aðild eru illa að sér, það á við sko hópana beggja vegna. Já, það er rétt. Mér finnst sko Gunnar, það sem er mér svo merkilegt í þessu, núna því ég hrósa þér, er það að þú skulir kvartnöta því að þetta fólk skuli ekki taka þátt í málefnalegri umræðu. Fólki sem vill ekki taka þátt í málefnilegri umræðu er Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín sem að neita að mæta til þessi þáttinn til mín og taka þetta samtal sem að þú ert að taka hér. Pavel Bartósek sem er reyndar að koma núna í spursmál til mín í þessari viku og hérna á föstudegi þegar þessi þáttur er birtur og þau eru að neita minnihlutanum í þinginum að fá að kalla fleiri aðila fyrir utanríkismálum til að ræða þessi mál. Ég myndi, sko ef að ég á nátt að tækifæri þá mun ég hvetja þau til þess að mæti þáttiðin þó að þú sért nú kannski með svona dálítið bláan blæ yfir þér. Ég myndi hvetja þau til þess að gera það. Meina, þú þarf alltaf að ganga inn í stormin og setjast niður með Stefáni Einari. Auðvitað myndi ég gera það vegna þess að rökin í þessu máli eru bara einfaldlega það mikil og sterk. Þannig að ég hvet hérna Það er ekki að þóra, það fara bara á rúf, það fara bara rúf og fá bara... Svo er þetta mynd og þessi, það gengur ekki að þessi einhver fjölmiðla var hérna að stýra þætti sem eru ykkur á skoðun á hlutunum. Svo er annað... Ritstjóri Economist, gríðalega öflug kona, hún skrifar leiðar í hver einustu viku, þar sem hún tekur mjög harða afstöðu gegn Trump og í allskins málum. Þegar hún tekur síðan fólki viðtöl
það liggur bara fyrir hvar hennar afstafa þannig að öll þessi gagnrýni minngarð frá þessu fólki sem að þorir ekki að mæti spursmál, hún á svo feisknum grunni, alvöru fjölmiðlar hafa skoðanir á hlutunum, svo bara fólki sem að hlustar og það nú reyndar að fólk ákveður hvort það hlustar á spursmálið ekki, en við hins vegar ákveðum ekki hvort við borgum peningan til RÚV eða ekki, sko. Ég er alveg... Svo enda bara annað hver starfsmaður hjá RÚV í vinnu fyrir þingflokka. Svo náttúrulega ábyrgð hjá ykkur Gísli líka að sko þið takið þáttinu upp að þetta sé klippt rétt og vel og allir njóti sannmælis þar. Það er hver einasti viðrekstur sem að kemst í gegn. Þetta er bara gríðarlega mikið. Það er ekkert klift. Það er ekkert klift. Nei, allt sem þú hefur gert hér í mynd, Gunnar. Já, ok. Okay. Farður aftur í bólinn. Það er Gunnar, varst þú með hrós? Gunnar? Já, ég fer yfir í körfuboltan. Já. Ég er Njarðvíkingur eins og þú veist. Já. Ekki Keflvíkingur. Já. En ég vil hrósa Grindvíkingum. Þess að tók 5 ára að bjóða þér þáttinn. Ég er bara að bíða 5 ár. Akkurat. Ég vil hrósa Grindvíkingum fyrir að koma sér í úrslitaði með karla megin. Já. Og sömulegis Njarðvíkurstelpum að koma sér í úrslitaði með kvenna megin. Mjög flott lið. Og það sem er dálítið sérstætt ef við byrja á Grindvíkingunum er að við vitum hvað Grindvíkingar eru búin að gangi í gegnum. Það er erfitt að gera sér í hugalund að horfa upp á samfélagi sitt í rauninni bara sigla og braut. Og það ber allir þessa von í brjósti að þetta samfélag muni koma aftur fram með einum eða öðrum hætti. Það verður kannski aldrei samt, en það er kjarni sem að vill áfram búa í Grindavík og elskar sitt samfélag og vill vera þarna og ég finn til með þeim vegna þess að ég er búin að alast upp með þessu fólki. En að sjá meistaraflokk kalla fara í úrslitarein við og sjá þessa bræður eins og Óla og Lalla og Jóa sem að þau eru búin að eiga erfitt í vetur, þau mistu pappa sinn sem er einn af forsvarsmönnum körfuboltans í Grindavík, að sjá Ingibjörg sem er búin að vera formaður hérna öll þessi ár, sjá alla þessa höfðingi og allt þetta góða fólk sem er búin að undir mjög erfiðum skilurinn reka deildina, hugsið ykkur eftir þetta sem í nokkur ár núna, þetta er þetta ekki orðin 3 ár sem að skjálftinn stóri eða 3,5 ár eða 2,5 ár. Er þetta ekki orðin lengra síðan? En hugsið ykkur að halda upp þessu starfi og fyrirtækin að sko, þau gefa allt í þetta. Fyrirtækin, Einhamar og Torfis og Vísir og öll þessi sterku fyrirtæki Grindavík sem eru búin að, sko, þetta fólk fær mitt hrós. Vegna þess að þetta er fólki sem að heldur samfélaginu Grindavík saman í gegnum íþróttina. Þarna er samnefnari fyrir fólkið. Þarna kemur það saman og á góða stund. Og ég held að þetta verði líka hvatinn til þess að Grindavík mun rísa aftur. Já. Mér finnst mjög gott að ég ætla að fá að taka undir þetta og með sama hætti græti það þetta við heilsala liðið í Garðabæ höfum tapað fyrir Tindastóli á Króknum það er heilsala fyrir Garðabæ Töpu fyrir Skaga fyrir Vestra en bara karfan er að verða svo spennandi í að þessar flautukörfur og allt þetta sem það gerir, þetta er svo geggjað það hljóta allir að hrífast með þetta er algjörlega magna sjónvarpsefni. Nú þetta mínir menn út, ég ætla bara að halda áfram að fylgjast með þessu liði. Stelpurnar hjá okkur sko, það eru tvær þarna sko 17-18 ára stelpur, önnur þeirra er frænka mín, semst amma hennar er systir mín, sem ég er orðinn gamall amma hennar er systir mín hún heitir Hulda Agnarsdóttir hún er búin að brillera og svo er önnur sem heitir Sara Logadóttir, dóttir Loga sem var einn af okkar skærustu stjórnum svo er Kristagló og fleiri þarna stelpur Helena sem eru bara aldnar upp í Njarðvík og þetta eru prímus mótorarnir í þessu liði það var verið að tala um að séu svo mikið af sko útlendingum sko, vissilega erum við með erlenda leikmenn en það spila bara svo stóra rullu þannig að það lendur 2-0 undir á móti Grindavík það er rosalega erfitt að lenda 2-0 undir í þessari baráttu ég spilaði sjálfur í gamla daga, þetta er mjög erfitt og það er komið tilbaka og henni 3 leikir Sko við heldum að við getum æst Gunnar upp í SB umræðinni svo kemur umræðan og körfuboltana sko og það er bara allur tilfinningaskalinn sko. Það er brjálaður og grátandi og ég veit ekki hvað þessi lið Grindavík og Njarðvík fá mitt hrós. Tek undir það. Já, bara vel að því komin. Herðið, við vinnum okkar í Ekko. Við skiptum að fara vel skóarinn í sumarið. Já, það er gott að skóm, já. Þannig að nú eru tilbúið Örving Götuskóm til 14. maí. Þannig að það er með Ekko höfum við verið með þennan lið hér í þættinum þar sem að viðmældu stíga svið og fá að koma með eitthvað mál sem að ég er ekki búin að undirbúa og það má vera í gríni og alvöru og allt þetta sko, þannig að Stefán, þú varst nú með eitthvað Við Gunnar erum ekki menn sem við þekkti fyrir að grínast þannig að við ætlum að hafa þetta alveg nótum hér við ætlum hér að afhjúpa hluti sem að kannski eru viðkvæmi fyrir suma ég ætla að afhjúpa hluti sem að munu skekja Austfirði
Já. með alvegum hætti. Já, bara Gunnar talaði hér öfl fyrir þettinum, sko. Já, þessi öfl sem að vinna gegn alltíðum manna og lánþegunum í landinu. Ég væri til að fá myndaðir, Gunnar. Ekki íkja þetta, drengi vinir. Ég væri til að fá myndaðir með íslenska vísakorti í maturöslunum á Spáni. Platínukortið. Heyrðu, Hvað býður upp á? Ég sé að þið eru orðnir glaðir að vöru frá Evrópusambandinu. já, og það er svo evrópsk menning og annað, allt var þetta til áður en Evrópusambandið var til. Þetta eru bestu vinir okkar. Já, Þarna sérðu. Ég er að fara með sinni mína til Sjáðu Parísar það, núna. þið sjáðu það allir fórátti, ég skil ekki tíu. Sjáðu þið Jens Garðar Helgason, hinn dýrlega leiðtogi Austurlands, hann er auðvitað, Hér að söðingina austan. já, hann er hann ekki fyrsti þingmaður Austurlands? Ég man það ekki. Er hann ekki fyrsti þingmaður? Hann er allavega oddviti sjálfstæðsmanna. Það er ekki fyrsti þingmaður Austurlands. Er það ekki? Þetta var ekki stærsti flokkur. Norðaustur? Þetta var ekki stærsti Nei, flokkurinn. það er Logi Einarsson. Já, ok. Hann er allavega oddviti sjálfstæðsmanna. Og þarna sjáum við þennan bjartleita mann, bláskjá og Gunnar, til þín að við hjartarættu að sjá þennan mann. Já, við erum góðu vinnir, við Já. erum búin að þekkast vel í ansi marga ár. En ég hef Ekki marga snerruna. Ég hef gert miklu uppgötun. Ég veit hver er faðir þessa manns. Já. Og það hefur ekki verið byrt opinberlega áður. Ætlar að skúpa þið hér? Ég ætla að skúpa þið hér. Ok. Það er maður sem að steig upp á skriðdreka í Kreml á örlega degi árið 1990. Já, Varp upp ég veit hvað það er. Já, það veist þú. Já. Boris okkar, Jeltsin. Nú Okkar skil ég besti ekki, maður. hann sýndi Já, þetta. hann sást á Austfjörðum. Hann var ungur maður, kommunisti. Hann hefði sýnt mig það í heimsóknum mínum austur og Eskifjörð. Það er bara þannig. Hann Nú skil ég þetta fylgdi mönnum á Neskjöfstaðamálum. kemur En þetta sko heima hann er spitting image að Boris Jeltsin, en það sem að sko gerir það verkum að maður trúir þessu líka endanlega er að þeir eru jafn góðglaðir, þeir geta Boris auðvitað dáinn, en sko drykkjumenningin á þeim er svipuð og ég let gervigreindin að skeita þeim saman, sjáu þið því til sönnunar, sjáu þið, Þetta er ótrúlegt. þetta er ótrúlegt Já. og öðru til sönnunar, þar að segja þessu til sönnunar, Þetta er borleikandi. ég fekk sendar vídeóupptökur af ferðum Jens Garðars Fyrir austar eða? Austurland. Já. Sjáu þið, hann er núna að Þannig er hann með þér. Já, þetta þekki okkar mann. Þannig Jenny Kallin. Já. Þeir eru dansa eins með þessu. Ég vissi þetta ekki. Ég þakkaði fyrir að benda okkur þetta, Stefán. Þetta var alveg. Þetta er með Ragnari Sigurðssyni Þetta er uppgötun. og Twitter Fjarðabyggð. Það er á Neyskustad. Lokinu Lóðnuvertíð. Já, þetta þekkjum við þetta. Þetta er bara alveg. Dansinn, Jenna-dansinn. Þetta er skemmtilegt. Já. Þetta er Á aldrei að vera leiðir. Þarna er Boris Jeltsin að flytja ræðu í Valaskjálf. Þetta er kjördæmafundur. Þetta er Þórarblótið þarna. Já. Þetta myndi frá landsfundunum, held ég. Ég átti ekki vona þessu. Ég skal segja það. Þetta er aðeinslegt. Ég skal bara viðurkenna það. Þið hlakka til að eiga símtal. Þetta er komið aftur Neyskustad. Ég verði að hvetja fólk til að horfa á þetta. Já. Æ. Þannig að, ok, bara, þú veist. Hvað kemur þú með að borðinu Gunnar, varðandi Gott að koma á ekkoskóna? Ég sagði ykkur fyrir þáttin að það voru fullvönslumálin þegar að koma sko Já. tópikinu. Við erum eiginlega búin með það sko. Já, en ég ætla að, ég er ekki hrifin af því að það sé verið að setja mönnum rammoreglur, en við eigum að vera mjög stolt af þessari framleiðsluður okkar. Ég er sammála. Og þá eins með laxeldi. Þú segir samt ég sé ekki sammála en ég er sammála. Við erum sammálið þetta. Já, verðum sammála þetta. Okay. Það kom að því. Þannig að það er bara þú búin að koma með málið. Við bara, Já, ég kannski starflæknum. Já, allt er góð með það. Já. ok. Síðan er það hérna Amperastöð. Erst þú á rafmagnsbíl, Gunnar? Nei. Þú hikaðir aðeins þarna, þú ert að hugsa. Þú ert á rafmagnsbíl þegar þú ert ekki að keyrum á landhúsi. Já, ég á rafbíla. Marga. Ég keyrum á gömlum landrófur. Já. 10-12 ára gömlum bíl, elskan. Herði, við sáum þetta fréttir af því. Við erum bara að koma að sinna inn á þennan sko sólmyrkva sem verður hérna í ágúst að þá hérna þá
kom inn á þetta var þetta verðbólguna og allt þetta, hvort að almerkna fyrirgjöðu, hvort að þetta myndi valda aukinni verðbólgu eða ekki. Ég sá að greiningu til Landsbankans var að fjalla þetta í sinni greiningu núna í vikunni. Ég ætla ekki að fara djúpt í það. Ég hins vegar rak augunni það að ef þú ferði hina fréttina Birgir, neðst í fréttina. Þetta var sem fréttum í Morgunblaðinu þar sem er að fjalla sko viðbröð hins opinbera við þessu. Menn eru bara undirbúa öryggisástafanir og allt þetta. Eðlilega, það mun koma hér gífurlegu fjölda fólki og vantilega munu margir Íslendingar ferðast landið á þessum tíma. Var þetta ekki 12. ágúst? Jú, 12, já. Og rétt fyrir 5. Og þetta má sjá svona víðsvegar á vesturhluta landsins, bæði Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjanesi. Að þá sá ég þetta sko stjórnvöld að opna vefsíðu þetta mál, upplýsingasíðu. Já, þeir ætla að þetta opna sko 13. ágúst. Já, sem er líklegt að það gerist, eða jafnvel bara fyrir jól. En sko, nú veit ég bara, talandur rafstöða, sko, ég veit að vinur okkar Sævar Helgi, Stjörnu Sævar, hann er alltaf vel spenntur, sko, með góða hleðslu. Mér sýnist ríki bara alltaf stela snúrunni, sko. Það þýðir ekkert verið, hann er búinn að gera þetta alls saman. Þeir stela engri snúru og hann er fyrir löngu búinn að opna vefinn, maður getur skráð bara inn heimilisfangið sitt og séð hvenær þetta gerist og hversu lengi það varir. Já. Ég er búinn að sjá hvernig þetta verður á Svölunum hjá mér í Garðabæ og ég er Herbert Guðmundsson, ætlar að mæta með gítarinn þangað. Nærðu þessu þar? Já, það er 47 sekúndur held ég sem að verður algjörlega myrkvað. Svo að Sævar Helgi með allskins hugmyndir að segja, fáðu þér landnámshana og kofa og þú mynd sjá þegar að sko myrkvinn kemur þá mun hann rjúka inn í kofan og koma aftur út og heldur að sé komið nýr dagur því að þetta ruglar þetta náttúrun algjörlega í rými. Ég verði við veiðar á Snæfellsnesi mjög líklega akkurat þarna. Þú ættir að það var þetta besta stað. Já, akkurat, en mér býður dálítið fyrir hvort að það muni trufla veiðina sjálf og þessi. Sko Sævar Helgi búin að vera að benda hann er búin að vera að benda stjórnvöldum og fyrirtækjum á þetta í nokkur ár. Þetta varir lengst á Látrabjargi og það er eitt af því sem Vesturbyggð hefur endar Vesturbyggð sem stjórnvald hefur áhyggjur af að það mun gríðarlegu fjöldi fólks vilja koma að Látrabjargi og því að við farið þarna eða ekki og þetta er erfiður vegur að fara og þarna verður gríðarlegt magna rútum og það er búið að taka ákvörðum að það verði einstefna á ákveðnum klukkutímum. En eitt af stóru vandamálum og öryggisvandamálum sem er að koma upp núna í Vesturbyggð er það að núna er búið að loka 2G og 3G sendunum. Þannig að núna eru dauðsvæði miklu fleiri í vestur og austur Barðastrandarsýslu heldur voru. Þannig að maður nær bara ekki símasambandi þarna á mörgum vegum. Og ég veit að Vesturbyggð, þau rættu þetta við mig því ég heimsóttu daginn, að skólabíllinn sem er að fara milli Patreksfjarðar og Bíldudals og Tálknafjarðar, þau hafa þurft að koma upp Starlink-kerfi í bílnum til þess að bíllinn sé símatengdur allan tíman. Því að fólk auðvitað ekki sama, það get ekki náða börnin sín sérstaklega í vetrarfæri og slíku. Og þau hafa miklar áhyggjur af því að það mun gríðalegu fjöldi koma þarna út á Látrabjarg. Ég held að verði gríðalegu upplifun að vera þar og ég held að það vari yfir 2 mínútur myrkrið þar. Miklu lengur heldur en það. En verðum við ekki að treysta og trúa það að yfirvöld og lögregla og aðrir? Jó, það er margt sem þarf að huga varandi bara öryggismál og allt það, en þetta með sko upplýsingavefinn, ég ætla bara að segja að það þarf ekki að stela hleðslunni frá... Nei, bara Stjörnur sagði að vera bara búin að leysa mál. Já, einhverjum er búin að gera þetta. Þetta er bara bullshit. Og hvað ætla á svo að fara að kalla til fullt af ríkistarspurning til að búa til upplýsingavef, sko, í sumar. Píratana. Ég var að koma inn á þetta. Það var svo galinn, bara þessi endur á fréttinni. Í hvað áverður á Snæfellsnesi? Það verður hítar á mjög líklega, synnist mér. Já, það er svona í bígerð að klára það. Já, það er náttúrulega með þessu skemmtilega veiðihúsi með öllum uppstoppuðu fuglunum. Já, ég og margar sögur þarna. Þarna er uppstoppaður sko hvítabjarnarhaus sem eiginlega enginn veit af nema ég. Nú? Já, hann er falinn hann inni og einu sinni var ég með bandaríkjamenn á veiðum hann og einn var að veiða sinn fyrsta lax og þá áttu síðast að býta veiðaukun af eins og þið þekkið og fá snafs og eftir það þá leit ég út gluggan og bent á stórt grjót hinni með vanna og sagði við bandaríkjamannin þetta er minningaskjöldur þarna hinni megin og hverju sagði það er vegna þess að upp með þessari ákoma hvítabirnir nokkru sinnum á hverju sumri og ferla veiðumenn þess vegna er ódýrt að veiða hérna og það er hættulegt að veiða hérna þess vegna fekk ég þetta leyfi og svo fór hann að sofa og ég náttúrulega lættist út með hvítabjarnarhausinn bankað á gluggan þangað til hann dró upp gluggatjöldin
og þá var hausinn í glugganum. Jesús. Ég held ég hafa aldrei heyrt önnur en skadra þessu öskur á æfinni. Það var í hítarónum. En fuglasafnið þetta er ótrúlega. Já. Er ekki snæugla þarna og haförn og ég veit ekki hvað og hvað? Þetta er alveg, sko, þarna svífur andinu við votnar. Þarna að menn þórað að drepa dýr. Þið eru orðnar slíkar mjölkísur í þessari laxveiði daga, þið sleppið þessu og látið þetta drepast hálf örend út í á. Nei, þetta er Það eru 30% afföll í þessum sleppingum Já, og þetta er dýranýð sem á að banna. Nú ertu komin inn í sjóveldi, sko, en hérna, það er stutt í pólitíkinu. Getur við rætt aftur með Evrópusambandið. Það er stutt í pólitíkinu. Ekki hleypa mér ekki fara út að hála nýst þarna, stjó. Það er vast ekki að koma, ég sagði hér upp að þú var að koma norðan. Varstu Hótel Akureyri í nóttu eða? Byttu fyrir þér. Já. Ég hitti bara í morgumatnum Daniel Smárásson og Já, Þuríði mammars, já. þau mæðginin, þau reka þetta hótel. Þetta er bara, ég var þarna með mokkafólkið sem hafði ekki dvalið þarna áður, menn voru algjörlega orðlausir. Lobbyið geggjað, sko. Þannig að, já, Talandi um að drepa laxa, sko, í gamla daga þá var hann alltaf drepið. Og 92, þá er ég að veiða þarna í fyrsta skipti, 21 árs gaman. Nýkomin í landa og fristitóra hafði efna leyfi og kaupið með leyfi í Hítaránni. Og ég fer á veiðistað sem heitir Grettisbæli og seti flottan lax sem var það vænn að hann dró mig niður með ánni og þar drap ég hann. Og veiðistað sem heitir Grettisbæli, skammt neðan við fossinn sem að hvar núna eftir mikla skriðu sem fjallanda fyrir nokkrum ár. Og ég drap laxinn og lagði hann bara þarna í grjótið og kastaði aftur. Orðin svona veiði, mikill áhugi, búin að landa stórum 14-15 punda lax og kasta aftur á sama stað. Bara við bílinn, lá laxinn. Og ég fæ aftur svona stóra lax á færið. Og hann dregur mig niður eftir aftur, þessi fiskur. Svo því ég er að koma tilbaka með seinni fiskinn. Silfurgljáandi, þetta var 13. júlí 1992. Silfurgljáandi í höndinni og ég kem við lítið drag að bílnum. Þá var haförn bara nokkra bílhæðir fyrir ofan laxinn sem ég hafði drepið stuttu áður. Hafði séðan úr fjarlæð og ætlaði sér að taka hann. Ég heiti Gunnar Örn. Þarna mættust við bara nafnanir og horfðumst í augu. Hvor myndi ná laxinum, hann reyndar flöguraði í burtu og ég hélt þeim báðum. Stuttu síðar var ég beðinn að segja þessa sögu á skemmtikvöldi hjá Stangaveiðifélagi Reykjavíkur. Já, stuttu síðar, mörgum ára seinna. Þá var ég orðinn þingmaður og ég kallaður og beðinn að segja þessa sögu á skemmtikvöldi hjá Stangá. Og ég ákvað að færa aðeins í stílinn. Og þá, aldrei svo vant. þegar ég kom að laxinum, með seinni laxinn í hendinni, að þá enduðu ég svona ægilegum slagsmálum nafnanir hann á bakkanum. Og hann klóraði mig svona á bakinu, ég var blóður risa, alveg niður bakið og niður á rass. Og þegar ég kom heim þá trúði kærastinn mér ekki að ég hefði slegist við Örn. Stórkostleg dýr. Já, þetta er Hítaráin og þetta hús og þessi andi sem er þarna. Er þetta upp á að sá henni? Finnst þér gaman að veiða? Nei. Ég skil ekki fólk sem að borga fyrir það að vera kalt á höndunum. Ég hef bara að spila golf. Hefur talað um golf? Ég hef ekki verið í það. Ég var upp í Borgarnesi. Ég heiti Bjarka Pétursson vinn okkar. Við erum að fara að halda golfmót þjóðmála 7. ágúst. Mátti ég segja það? Já. Og ég var að ganga í klúbbinn aftur og það er að gerast það sama núna í Borgarnesi eins og verið að gerast í Grindavík síðust árin að fólki með fjaraðild, fólki sem er í klúbbunum hérna á höfuðborgarsvæðinu er farið að spila meira og meira af því að það er svo mikil eftirspurn að þetta þrýstist bara út á jaðrana. Og eins og við vitum, við spilum golfmót þjóðmála í fyrra, var það ekki 11. ágúst? Nei, já, jú, ég maður ekki. Hvað það var? Það var besta veður ársins. Þetta er einhver flottasti völlur landsins. Í Borgarnesi? Já, og það rifjar upp sko að Ingvi Hrafn vinnur okkar í Langá. Ég byrjaði að spila golf 10 ára og þá var hann alltaf að spila í Borgarnesi. Og hann á það svona besta lífsitt árum saman. Þannig að þegar það var rigning, þá var hann að veiða lax. Af því að það er þetta bestu skilin að vera með skýjað og rigningu. Og svo þegar það stytti upp og sólin glendi sig, þá var hann komin upp á Hamar að spila golf. Þannig að hann var alla daga bara í bestu aðstæðum. Sko. Mér finnst ekki gott að vera kalt á höndunum og fótunum og ykkur er kalt á puttunum í þessu laxi. Kalt eins og Jenny. Já. Þetta var ekki með manni, sko. Þú meina Boris? Herðu, að setjast niður í lobbyinu á Hótel Akureyri og lesa góða bók. Hvaða bók er að lesa? Hvaða bók mælið með? Er þið með eitthvað? Já, ég ætla að mæla með bók sem að ég er að láta klúbbfélaga mína lesa núna í bókaklúbbnum. Já. Stund milli stríða, fjallar landhelgisdeiluna eftir Guðna T. Jóhannesson. Já. Það er mjög merkilegt rit, fjallar svona afmarkaða þætti deilunar en
er áhugavert mál bara inn í umræðuna í dag já, ég raun og veru sjálfsforræði okkar á auðlindum og landsvæði og öðru slíkum. Þessu sem að Gunnar vill hendi burtu? Já, nei, sko Gunnar er bara að miskilja þetta er bara miskilningur. Ég má ég næstur það? Já. Ég vil koma út af þessu áður en að Nei, ég ætla ekki að trufla því. Viltu segja mér að frá? Nei, ég mæli með þessari. Hún er á tilboðu núna í pennan. Ég er að hlusta á bók núna sem að hefur komið mikið orð. Hún heitir Hvítabirnir á Íslandi eftir Rósu Rut Þórisdóttur. Og þetta er stórmerkileg bók. Hún fjallar komi Bjarna frá landnámi fram á daginn í dag. Og það sem er svo sérstætt er það að veðurfræðin einhvern veginn kemur inn í þetta hvernig veðurfar á Íslandi búið að breytast og svo framvegis. Þannig að þetta er bæði fróðleikur en svo líka þvílík spenna. Það koma þarna upp atvik þar sem að ungur bóndadrengur er á skautum á einhverju vatni, nálægt ströndinni og stór hvítabjörn byrjar að elda hann á fleygi ferð og hann er að skauta hratt yfir vatnið í áttina bóndabænum með stóra bjössa á eftir sér og þeir geta nú farið hratt yfir. Já. Og það eru svona sögur margar í bókinni. Þannig að ég vil nú ekki segja of mikið. Þetta er algjörlega magnað að lesa þetta. En það sem er aldrei sérstætt ef við förum í veðurfræðina er að í landnámi þá var veðurfar mjög líkt því sem er í dag. Það var heitt og líklega var mikið setur af rostungi með öllum ströndum sérstaklega á vesturhlutalandsi. En svo byrjar að kólna og það byrjar að kólna tildulega hratt, líklega 11-12 öld er farið að verða hansi kalt á Íslandi og þessi hafísár eru bara í fleiri aldir og það kemur fram í einni sögunni að menn gengur til að mynda frá Grímsey til lands, hugsið ykkur. Og það var bara Norðurlandið og alveg bara suður í Breiðafjörð og niður í Faxaflóa. Þetta var það var bara ís yfir öllu og sum árin auðvitað verða fleiri atvik skráð því næri tíma, eru þið með? Já. En sum árin að þá eru tugir bjarndýra að koma að landi. Á einu ári? Tugir bjarndýra. Og ég var einu sinni sjálfur mjög nálægt í að lenda í bjarndýri. Og þá var það þannig, þá var ég að veiða sem sagt á Það var ekki björnin þetta í Hítará? Nei. Þá var, munið eftir þegar komu 2 að landi. Já. Hvar komu þeir aftur? Var það í 2008? Það var 2008. Þeir komu 2 með stuttum millibili. Ég var að veiða á milli bjarna í Vötnunum á Skagaheiði. Já. Það heitir Skagaheiði sem er þarna. Já. Og það var ekki búið að koma auga á seinni björninu. Hann var komin í land. Þegar ég er að ganga með einu vatninu. Þetta var Þórunn Sveinbjörnsdóttir, nú var þetta fórst Alþingis, hún var umhverfisráðherra á þessum tíma. Já, þetta var ægileg dramatík, manstu átt að reyna að bjarga dýrinu. Og Björgólfur Thor setti peningi í þetta. Já, það kom bara búr frá. Er það ekki rétt hjá mér? Það náði í búr. Svo bara spurningi, hver ætlar að fá björnin inn í búri, ætlar Þórunn að gera það sjálfu eða? Þarna er vinurinn með veiðistöng fyrir tæpum 20 ára síðan, að rölda með vatninu og ég kem að litlum læk sem rennur á vatninu. Og þar sé ég bara að þar hefur eitthvað stórt legið og verið í bæli í einhver tíma. Þetta er eins og með örnið, það eru engar íkjur í þessu. Sporin í drullunni þarna við lækinn og hárin hvítur löngu sem ég sá. Hafði hann verið þarna í alveg? Herðu, ég tek hár en ég var svo hræddur. Vegna þess að ég vissi að þessum birni sem hefði verið drepinn í sjávarmálinu örfáum dögum áður. Þarna finn ég bara og ég fæ bara hrollir í hugsun þetta enn þann daginn í dag. Þetta er grimmasta dýr jarðar. Ég var léttar á fæti þarna fyrir 20 árum. Ég tók stöngina og ég hljóp með vatninu, bara til þess að láta strákana vita sem voru að veiða annar staðar þarna, að það væri líklega bjarndýr á heiðinni. Sýndi þeim hárin, þetta var ekki eftir rollu. Þetta var bara allt annað dæmi. Og svo kemur bara í ljós að degi setna að þá var hann drepinn. Þannig að það munaði kannski bara einhverjum klukkutímum að ég með stönginni mína í fullkomnu saklís og Skagaheiðinni hefði átt stefnumóti við hvítabjörn. Bara étinn, lifandi. Hugsið ykkur. Félagi minn var hins vegar í Berjamó á Vestfjörðum á sama tíma, inn í Vatnsfirði. Og hann var þarna með fjölskyldu sinni og þau voru þarna með einhverja berjatínu að tína einhver aðalblóber. Það var hausti, var það ekki? Þetta var á miðsumri. Þau voru þarna allavega inn í Vatnsfirði. Og hann fer upp á hól til þess að ná símasamband og tillir sig þar og er að fá sér held ég bara prins Pólo og kók og er búin að sjá fréttirnar af því að það séu hvítabirnir gengnir á land
og allt í einu þá finnur hann að það er andað við eirað á sér svona þefað á hann og hann sér út undan sér að þetta er hvít kveikindi og hann horfði bara á börnin sín og konu og hugsaði ég vona að hann verði mettur af mér og þau komist undan. Svo ákveðin að horfast í augu við skepnuna bara því að hann vildi að það yrði sín síðasta stund og hann snýr sér leiftusnött við og þá er það hrútur sem að var að þefa á honum og þessi vinur minn er enn á lífi og öll fjölskyldan. Já, þarna sjáum við mitt kaplan. Hvítabirnir í Skagafirði árið 2008. Já. Já, Ég ætla að lesa þessa bók, þetta þetta er mjög merkilegt. Hvenær komur út þessi bók? Ég er ekki klára á því. Það er hérna, já, við þurfum að kíkja á þetta. Já, við getum fundið út úr því hér. Það er náttúrulega hérna Útgáfa árið ætti að koma hér fram talandum að við vorum að tala um Akureyri og Hótel Akureyri, það er náttúrulega 2018. 2018. Það náttúrulega munum við sko úr sögunum nonna manna þegar hvítabirnir komið þar Það er rosalegt og moment. svo í þáttunum. Þegar þið voru að berjast við björnin þetta með eldin, Já. þegar björnin var að reyna að ryðjast inn í bæinn. Var ekki Garðar Korti sem leik nonna í þáttunum? Jú, og byttu, og hver leik manna aftur? Hann hérna Ármann, nei hvað heitir hann? Ég man það ekki, Magnús. Það verður gaman fyrir ykkur að lesa eða hlusta á þessa bók. Já, ég ætla að gera Við gerum það. Og sko niðurstaðan er bara þessi. Við hérna átum hvítabirni og þeir átu okkur. Ég segi Já. ekki meir. Einar Örn Einarsson, ég Í manna, alveg Í rétt. aldanna alveg rás. rétt. Já, Herðu, áður en ljúkum þættunum með hraðarspurningum frá gestum Kringlukráarinnar, að þá bara fekk ég senda þessa skemmtilegu mynd. Þetta er semst mynd af vefsíðu Þjóðleikhússins, þar sem er verið að undirbúa ársskýrslu og þetta var birt svona og einhver aðeins sett þetta fyrirsögn. Þetta er semst, fyrir það sem er að hlusta, þá stendur bara í kaflaðan rekstur, það stendur bara fyrirsögn og alls konar rekstur. geggjaður rekstur á Þjóðleikhúsinu. Þannig að Já, það er kannski ekki stóra máli þarna. Ég var að koma þess að Talandi um Þjóðleikhúsið, það er nú öflugum maður sem ég held alltaf að fara í forsetaframboð, gerði ekki. En Gunnar, hver er það? Sem áttu að vera fórstofan? núverandi Þjóðleikhússtjóri. Já. Gunnar, ég ætla að koma með spádóm. Ég held að þú verðir oddviti viðreisnar í Suðurkjördæmi í næstu kosningum. Er það spátum? Já. Já. Þetta er dokumentara hérna. Já. Þetta er bara spá. Já, en Hvað viltu að ég segi? Já, ég vil bara, getur verið að það verið þannig? Nei, ég varst um það. Aldrei sé aldrei. Nei, það er rétt, Gísli, maður á aldrei að segja aldrei. En eins og staðin er í dag, þá finnst mér meiri líkur að ég gangi aftur í Sjálfstæðisflokkin. Það er þá í 7. sinn. Ég veit það ekki, en pólitíkin auðvitað tógar í mann, sko. Hún örugglega tógar í því líka. Þú átt að vera í pólitík. Skilurðu, en Við viljum rekstra menn í pólitík. Já, það er og- engin þörf fyrir menn eins og mig í pólitík. Við þurfum fólk sem hefur staðið í rekstri Jú, þú og ert- sett frá ásetninga og þú svoleiðis. ert við vesen og vel að þau, sko. En það sem það skiptir máli finnst mér í þessu er náttúrulega bara fjölskyldan og svona, ætla maður að fara í þennan slag. Ég held að sé fullt efnilegu fólki þarna úti sem að hugsa svona tvissar bara út af orðræðunni og hörkunni sem er í Þú ert ekki að sinna barnaböndin alltaf daga. Nei, ég geri það, ég náttúrulega, börnin minn eru uppkomin, en ég hef alveg skrápinn fyrir þessu. Þú er ekkert betra að gera heldur en að taka oddvitaðsæti fyrir viðreisni í Suðurkjördæmi. Viltu það? Jú, flytja út fisk og eða með maturubúðum á Spáni. Já, kaupa hann svo aftur í maturubúðum á Spáni. En maður á aldrei að segja aldrei með þetta. Já. Og hérna, Nei, ef maður telur sig geta gert gagn á einhverjum sviðum, hvort sem maður þarnaði annar staðar og vill fara í þetta, þá ég tek hattin ofan fyrir fólki sem tekur slægin. Ég held að þurfa bara Ég geri miklu það. fleira fólk eins og þig Gunnar inn á þing og í pólitíkina sem segir það sem það er að hugsa. Þetta er móðsuðan og rugglið. Hversu marga þingmenn þekkir þú til þess að myndið þekki sjón? Þetta er meira og meira fólk sem að bara vill ekki láta finna fyrir sér, heldur sér bara til hlés, að bara þykja einhver laun fyrir að vera einhver nefndavinnu. Svo er allir skítrætti við þig, Stefán, sko. Fólkið er bara, það er allir skítrætti við þig. Það þorir enginn í hakkavélina þarna í hátíðismónum, sko. Þetta er saklega greið, sem Stefán er. En ég þekki þig og ég finn að það kemur gott frá þér, þó þú sért hérna fastu fyrir og svo framvegis. En ég held samt, sko, ég held að fólk sé fara að venjast þessi kommentakerfa og svona. Við erum ekki eins viðkvæm fyrir Já, já. var. Maður Ég myndi segja ekkert- að þeir ljótust á kommentakerfunum. Þetta er ekkert svo stór hópur að ég held. Nei, það fá mann. Er það ekki alltaf til í því? bara einhverjir vitleysingar. Þetta er ekkert stór hópur sem er með hennar ljótleika og svona. Nei.
Það ekkert margir sem að þarf að blokka. Nei, og sko umræðan má Örfáar bara vera aðrir. kröftug og þetta þarf að vera þannig að menn bara takist á og standi svo upp sáttur og eftir. Þetta í hruninu, ég held að píratarnir, ég held að losnaði píratarnóttuna út af þingi að vera mjög gott. Muniði til þess eftir því, ég held bara rifið beitt dæmi. Þegar Bergþór Ólason og Simmi og þeir höfðu lent í þessu klausturmáli og töluðu eitthvað óvarlega. Heyrðu, skiptir engu máli. Komu Sunna, hvað heitir hún, Þórildur Sunna Ævarsdóttir og Björn Leví Gunnarsson á táfílusokkunum og meðan Bergþór Ólason var að halda ræðu í þinginu, stiltu sér upp með fökk ofbeldi húfur. Hvað að þessu fólki? Þetta bara orðræða sem ég held að sé búið að skáka til þetta vóklið sem að talda það geti beitt aðra ofbeldi með því að kalla það vonda eða mála upp einhverja vonda mynda þeim. Þetta fólk hefur missviðið. Núna getur bara tekist á, við erum bara ósamála, mér geggjað að við komum hér saman og ræðum Evrópusambandið, við erum bara sannlega ósamála þessi mál og það bíf á milli manna og húmor og svona kannski stundum eitthvað salt í sárin. Príma. En ég vildi líka bæta við, ég vil sjá kannski hans meiri kjark hjá kjörnum fulltrúum, eins og til að mynda, ég leið mér að spyrja, eru allir kjörnir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins á móti því að skoða þetta eitthvað frekar, það er ansið. Það eins gott fyrir þá. Já, ég myndi líka alveg bara ansið mikil tilviljun. Já, og ég bara, tek undir það, en talandi kjark, þá myndi ég líka vilja sjá til með Þorgerður Katrínu færa ykkur efnislega rök fyrir því að ganga inn. Eru allir fulltrúar Viðreisnar sammála því að það er góð spurning. Hún ætlar ekki að gera það, Mér þetta alltaf líkil orð í þessu. Og mín skilabóð til kjöruna fulltrúa sýniði bara ákveðin kjark, sérstaklega í svona stóru máli. Þetta er framtíð næstu kynslóð. Sigmar Guðmundsson vinur minn hefur skrifað hér merkilega greinar á miðopnum Morgunblaðsins baráttuna við fíknivanda ungs fólks sem hræðilegt viðfangsefni og sem þjóðin þarf að taka höndum saman. Frábærlega meitlaði greinar mikinn vanda. Svo kemur ríkisstjórnin sem að styður og sviptir fjölskylduhús sem er ein mikilvægasta meðferðarstofnun í þessum efnum, einhverjum örfáum 20 milljóna til þess að halda út þeirri starfsemi. Þá að loka þessar starfsemi í kjölfarið. Svo heyrist ekki til Sigmar þetta. Pólitíkin ekki þáttarstjórnandi, Stefán, ég er búin að segja það. Þetta er allt sama krúð. Ég ætla að leiða mér að spá líka. Ég spáði því að þú verður orðin þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkin eftir næstu kosningar. Eða stóðdómsmaður eigin flokk. Já. Stefánsflokkin. Það er það sem ég spái. Herðu, fyrir að ljúka þessu. Gestir, ég fór á Kringlukonni í hádeginu og heitti þar nokkra gestir og sagði að þið voru að koma. Og það voru margir spennt fyrir að fá Gunnar í þáttinn, fyrirhandi þingmann. Ég er mikið spennt fyrir þetta þig. Þannig að það voru ekki margar spurningar sem kom til þín. En ég bauði gestunum að beina spurningum til ykkar, óundirbúið alveg. Þannig að, ertu tilbúin? Talandi að kjark. Nú er ákvort að nú kemur hakkaður. Sjáu hvernig það svitnar hérna örvörunni. Nú kemur hakkaður. Þú segist það var kjark en það bara eftir að koma í ljós. Þannig að hvort að þín erfingingandir hafið eitthvað kjark. Er þetta að taka mig út af? Við erum skiptingu. Nei, þetta var nú allt saklaust. Hverjir verið Íslandsmeistarar? Tindastóll eða Grindavík? Grindavík. Í korfbalt þar að segja. Grindavík. Já, heldur það? Í kvöld alltaf kemur ljós, þessi þáttur alltaf ekki byrst á föstudaginn, það var það búið, en það alltaf 8-leikurinn í handboltanum sinni kvöld, milli Vals og FH. Þannig að það eftir að koma ljós hvað er. Valur. Heldur að Valur vinna það? Já. Akkur heldur að Grindavík vinni? Hjartað, það er allt undir, samfélagur undir. Ok. Hver er besti korfbaltamaður Íslandssögunar? Bara að segja Teitur bróðir. Nefn að færa rauk fyrir því þetta. Jón Arnór Stefánsson. Já, það er ljúst. Og ég set hann alveg til jafns á við Pétur Guðmundsson. Við skallagreinsmenn segjum auðvitað Alexander Ermolinski. Já, ég segi Pétur Guðmundsson, þeir eru bara ólíki leikmenn en Jón Arnór afburða íþróttamaður. Já, Pétur Guðmundsson spilaði í leikars. Ég meina, þessi gæi var bara, Djapar fór út og Pétur Guðmundsson vinna. Ég meina, gæi I rest my case. Gæi var að skora 20 stíðu sem er leikjum með leikars, Já. Hann var bara frábær körfuboltamaður. Það var þetta spurning sem barst til Stefáns. Eitt gestur þar sem að sagði þetta hlæjandi, spurði hvort það eru ökurauti í bílnum sem var að nota frá Toyota. Ég fekk eina hraðasekt á þessum 5.600 kilometrum. Ok. Og ég var tekin þetta á 109 réttur út af Stikisholm
og það Ég bara aftur vona að Úlfar sé ekki hlusta á ég það, segi bara að þetta, það er svo ótrúlega tilvíðun að þetta er mesti hraðin sem að ég ók á alla ferðina, þannig náðu mér bara á viðkomasta punkti. Jaha. Akkurat. Gunnar, að selja fisk eða verið pólitík, hvort er skemmtilegra? Selja fisk. Á hverju? Gerist hratt, maður stýrið því betur sjálfur. Og það er ástæði fyrir ég búin að vera í þessu í 30 ár. Upp á staðarinn á Reykjaneskaga? Ljónagerfan. Já. Ég hef nú alltaf sagt retreat hótel í Bláa Lónu. Já, hefði prinsur og Garðabæ sagt það, Já, þessi við heilsalarnir og Garðabæ, við myndum segja það. Það eru í lokin, hvað er besta viðskiptráð sem myndi gefa ungu og suðinu sem hann í dag? Mér finnst það áhvert að þessi spurning kom. Ég myndi mennta mig í eldisfræðum og þú veist, læra allt það hvernig á alveg fisk. Þetta er framtíðin, allt viðbóta prótein sem kemur verður ekki viltu fiskur, það verður alveg fiskur. Og þessi kraftar sem að myndast á suðurströndinni kalla efnilegt fólk. Já, heldur betur. Má ég koma með ráð? Já. Ég myndi gera upp í íslenskum krónum. Já, það var lokurinn. Nei, ég samanlega sem endur. Við myndumst átt í þetta hérna í það síðustu viku, það sem voru með Guðmund Kristinsson og Brím og Þór Gunnarsson eftir ferðan okkur til Barcelona, hérna sjávarútvegssýningar þar. Það voru velta fyrir með þessu sko, að það eru ótrúlegt sko, við erum með hana þessa frábæru grein sem er sjávarútveginn og hverjum að gera góða hluti, en það er ekki engin áhersla lögð átt í menntakerfinu og ég hugsa að sé ekki mikið ungu fólki sem á sér þann draum að vinna í sjávarútvegi í dag, því miður. En það er kannski það fólk veit ekki hvað er í boði. Nei, ég held að sé gríðarlega sóknarfæri þarna á menntasviðinu. Bara þið nær vagnum? Nær mikrofónum? Já, þessi gríðarlega tækifæri þarna á menntasviðinu. Þetta er svo stór business. Þú fannst kraftana þegar þú fórst út á sýninguna og ég vonast til þess kannski á næstu sýningu verði fleiri fjölmiðlar á svæðinu vegna þess að það eru hátt í 1000 Íslendingar þarna og þarna er verið að semja og víla og díla og flottustu fyrirtæki landsins samankomin og ofboðslegir kraftar og þú verður örugglega farið á pása hjá þessum laxeldisfyrirtækjum líka. Já. Þannig að fyrir ungt fólk sko framtíðin í sjávarútvegi, hún er svo björt. Það eru þvílík tækifæri og ég segi eftir mín 30 ár sko í treytinu og það er 10 ár sjómaður á undan. Ég hef aldrei viljað skipta þessu út. Þetta er búið stórkostlegu tími. Þetta er einn skemmtilegasta vinna sem til er að kynna íslensk sjávarfang. Og ég þreytist aldrei á því. Ég er búin að búa til myndefni, ég er búin að búa til myndbönd, kvikmyndir íslenska sjávarútveg sem er ekki sýndar á Íslandi heldur að ég get sýnt ykkur þetta annar staðar á erlendum síðum hjá retailerum í New York og svo má áfram telja. Ég er að fá fólk til að mynda núna í síðustu vikunni í júlí. Mitt fyrirtæki er að fjármagna það kostar hansi mikið, það er verið að búa til 10 mínútna mynd landheldið á Suðurströndinni. Þannig að þarna er ég að taka fólk, beysið verður sko sumarbústaðurinn minn á Þingvöllum, ég raða bara kvikmyndagerðar með honum þarna inn, ég redda 2 jepum og svo verður bara farið í að heimsækja landheldisfyrirtækin, við förum að heimsækjum orkufyrirtækin, við förum og sýnum fram á hverju þessi fiskur sé einstakur, meðal annars út frá þessum vaskeiðum sem að eigin okkar fagra býður upp á. Og þetta er það sem að mér finnst svo skemmtilegt, þannig að þú spyrð sko ráða eða hver ráð mín eru fyrir ungt fólk á Suðurnesjum, hvað þau ætti að gera, komið í þennan bransa, þetta er bara geggjaður bransi. Mér finnst ótrúlega að þér hafi tekist að koma upp sumarbústað á Þingvöllum inn í þessu krónahagkerfi. Hvernig væri bústaðurinn ef við hefum verið með evruna? Það er rétt í lokin, þið takkið með okkur hérna, þú tökum meira skrifstofuna Einar Fljóska Ólafsson. Ekki? Gunnar. Það er ekkert annað, kæra þakkir. Ég vona að þið hérna njótið vísunar. Við munum 100% gera það. Hún er vel kæld. Við og fjölskyldur okkar. En þetta þarf að fara í kælingu þegar þið farið heim. Já. Heldur betur. Kæra þakkir. Gunnar, Stefán, takk fyrir komuna, þið sem hlustu og þið sem horfið. Góða helgi.